Séu með þess að komnir í mynd sko á YouTube. Já. Og soundið var þetta núna. Já, Við erum live. Við erum live. við erum live, drengir. Jón, við Hvað þú ekki segir? bara starta þessu? eða? Herðu, ég ætla bara að starta þessu. Við náttúrulega erum mættir þetta til að vera með faglega umfjöllun og uppbytun fyrir HM. Sverrir ætlar að vera með að fara að leikreina ítalega, leikstíl beggja liða og hvernig þau munu helst sækja og verjast. Sverrir, hvernig líst þér á þetta á leikinn? Þetta er, mér líst bara vel á þetta verður gaman sko. Ég er náttúrulega held með Evrópumönnunum í þessum leik, þannig að ég er Argentínumæður í þessum leik. Þínir svona pólitísku vinir fóru náttúrulega margir hverri kannski til Argentínu. Frændur mínir. Eftir stríðir. En það eru hérna, já, þá maður tengir meira við þá. Þetta eru, jafnvel þó þessu farnir svolítið suður, að þá eru þetta okkar menn. Já, ég það minnst þetta pínu erfitt val sko. Jón er náttúrulega hjarta hans slær með Spánverjum, allir að gera ráð fyrir. Já, Já. ég er mjög suðræn, þannig að ég hlýt að gera það. Ég ætla náttúrulega að flýja með fjölskyldur og strax úr bænum ef þið tapa leiknum, sko, það er alveg á hreinu. Já, einmitt. Og ég hef alltaf verið mikill knattspyrnu áhuga maður, alltaf fylgst mikið með og ég hef aldrei fylgst jafn lítið með heimsmeistarmóti og núna og ég held að sé að mér finnst sjarmi heimsmeistarmótis og sjarmi landsliða fótbolta hann hverfur svolítið þegar að hugtakið þjóð verður einhvern veginn afmáð. Þjóðríki, bara þegar Já. þjóðríkið er farið Já. og þú ert bara með í rauninni constellation að bara fólki sem er bara allstaðan á heiminum Einmitt. og í rauninni gæti bara skipt landslið kannski. Og þetta ánefnilega ekki bara við sko, mér finnst sko það er búið að taka svona Evrópu úr Evrópuboltanum og svona, en mér finnst líka sko eins og með afrísku liðin sem maður hafði gaman að þau eru líka svona svolítið raped af þessari svona Evrópu hugsun og við séum eins og sko Marokkó stilt upp liði þar sem að 11 af 11 í byrjunliðinu voru fæddir og uppaldir utan Marokkó, þannig að þetta eru svona með litlar, auðvitað með rætur þangað sko og mér finnst líka áhugavert að veltaði fyrir sér sko hver er með sterkari tengingu, er það Marokkóin sem að elst upp í Frakklandi eða sem að spila svo fyrir Marokkó eða Ég held ég fatti konceptið, þú ert annars að bara að tala þetta er svona svolítið öðruvísi svo íslenski leikmenn þegar alast upp á Íslandi fara síðan út að spila og koma aftur að spila fyrir Ísland. Já. En þú veist það að vera kannski með ríkisborgararétt á Spáni og alast upp á Spáni hafa verið fæddur í Marokkó, þetta er kannski svolítið öðruvísi. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta er sko. Af því að náttúrulega manneskja sem verður svona, hún verður náttúrulega alltaf frekar rótlaus, hún er kannski hvorki sterk í ykkur svona marokkóskri menningu, hún er alltaf fara úr þessu fótboltatæli. Já, við erum náttúrulega þú komið þjóðurnis svona greiningu á þetta. Já. En svona þú veist, til þess að hafa þetta ekki of leiðilegt sko, en samt, þú veist, ég ætla að henda hérna inn í Gunnari Smára, hann ætla að fá leiðilegur en hann, en Yes, þetta verður eitthvað. Nei, hann var að tala um nýlendu þjóðirnar, þú veist, alltaf enginn af þessum þjóðum sem er með nýlendu ennþá, þannig að þú veist, þetta er svona taktlaust tal einhvern veginn, þú veist, löngu eftir að átt sér stað, þú veist, ætla að vera að tala um crossferðina líka eða eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, það er kannski einhver svona samhengi og honum fannst svo sorglegt sko að sjá hérna nýlenduríkin eins og belgana sko að vera kannski að fara illa með hitt og þetta Afríkuríki sko aftur og ég veit það ekki, maður er svona bara gaur, þú veist, þetta er bara Afríka að keppa á Afríku sko. En ég las henni pistil eftir Gunnar Smára, það sem mér fannst vera svo áhugavert og rétt í þessum pistli sem svona esoteriskur hægrimaður er að Gunnar Smári nemur það að Afríkubúin hafi einhvers konar sál og einhvers konar anda og hann var að tala þessa sál og anda Afríkumannsins í samhengi við þessa keppni og ég sammálaði því sko og en málið er og það er svo fyndið að strax og ég tala sko bara að Evrópubúinn hvíti maðurinn eða Caucasian maðurinn að hann hafi einhvers konar sál eða anda þá verður allt vitlaust og það má einhvern veginn tala Bara tökum þetta það má tala svona framandi þjóðir á þennan máta en strax og við byrjum að tala okkur Íslendinga eða hvítamannin eða whatever
að það einhvern veginn, þú veist, það alveg bannað, sko, maður tala eitthvað svona two-spirited, indverja og hvað það allt andlegt og þarna séu eitthvað svona þjóðir sem eru, þú veist, bundnar af einhverju andlegu, skilur við, það er svo fyndið að libbarnir þeir viljast nema þetta í öllum öðrum en ekki í sjálfum sér. Já, en er þetta ekki samt bara svolítið það sem er svona gegnum gangandi hjá þessarum hugsunarhætti, sko, það er í rauninni, það er allar menningar heilagar ef það eru bara ekki úr vesturheimi. Það eru allir kynþættir heilagi líka nema hvíti maðurinn og sérstaklega ekki kallinn, sko, ef hann er hvítur kallmaður og svona, kannski ef hann er rauðarur, Jón, þú ert svona alveg á mörkunum og en þú veist og svo þegar kemur að trúabröðum og þá einhvern veginn bara svona kristin trú og svona má eiginlega bara svona snú út og fyrir henni rækja og pissa á hana skiptir eiginlega ekki máli en ef þú skildir ætla að teikna upp sko mynd af spámanum til dæmis sko, þá ertu alveg bara komin out of line. Veistu hvað ég er að meina? Þú veist, það er svona á þessum sem þú varst að byggja sko. Þú veist, þetta er svona ákveðið sjálfshatur eða einhver svona sjálfsfyrirlitning og þau virðist ekki geta heimfært þetta á neitt, þú veist ekki, já, heimfært þetta á alla aðra en sjálfa sig. Og þeir líka, þeir upphefja sko veikleika að þeir trúa því að valdspilli og algjört valdspilli algjörlega og það er einhvern veginn og við sem hvítimæðurinn af því að við svona hvíti Evrópumæðurinn hefur dóminerað og drottnað yfir heiminum undanfærin ára með og þú veist þú við fara að tala sko imperialisma þú veist í þessu samhengi að þú veist að það hljóti þá að vera vont og við höfum verið að og þessar svona þú veist ef við horfum þetta út frá eitthvað svona náttúrulegu stigveldi að þá er þetta bara eðlileg þróun sem átti sér stað þarna voru öflugri þjóðir að drottna yfir öðrum og mér finnst það áhugavert að núna erum við komið með fólk sem að pólitíkin þeirra er einhvern veginn að berjast gegn þú veist, hvítum imperialisma eða vestrænum imperialisma og þau eru vestræn og eru hvít frá þessu og þau þetta er svona ákveðið universal siðferði sem þessi hópur hefur og þau búast við því að allir heimurinn sé að fara að hugsa eins að við getum bara að Evrópumæðurinn getur bara hætt að drottna yfir heiminum af góðmennski sinni og gæsku og að heimurinn muni bara hugsa já þau eru svona almennilega hann muni endurgjalda þetta koncept sem að þú ert að tala heitir universalism á ensku algjörlega Jón, varst þú með eitthvað? Já, ég ætla að segja við erum að sjá þetta líka gerast núna bara í rauntíma í til dæmis kvikmyndaheiminum sem að The Odyssey er búið að valda svolítið miklum svona stórmynd Christopher Nolan sem að ég á eftir að sjá, ég mun sjá hana og en hún er að valda einmitt þessu og ég ætla að taka dæmi sem að tímariti Variety voru að hrósa því hversu ótrúlega nauðsynlegt það var að nýja Moana eða Vaiana eða hvað sem hún heitir myndina að vera að gera hana live remake af henni, teiknumyndinni og þeir eru með grein, það er búið að setja hlið við hlið þar sem þeir eru að hrósa því og tala um hvað það sé mikilvægt að halda þessum cultural bakgrunni sem eru Samoa eyjar eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvaða eyjar þetta eru, þeir eru að tala um hvað sé mikilvægt að halda þess menningunni og virða menninguna sem þetta er byggt á en á sama tíma erum við með The Odyssey það sem er engin Grikki í myndinni og þú veist, Helena af Troy er hún er svört og þú veist, Elliot Page er þarna transmaður fyrir Ellen Page leikur eitthvað grískan stríðsmann ok, ég hef ekki séð þessa myndi, ekki kynnt mér þetta hljóma svona eins og söguleg nauðgun að það er að segja að þú tekur sko, þú ert að búa til einhvern nýjan sannleika úr sagfræði sem er algjör konsensus sko. Mér langar að koma inn á þessi Sverri var að tala með mennan universalism og þú veist, það sem hann segir alveg rétt. Sko, Evrópa á sínum tíma, það fer náttúrulega í gegnum mjög erfiðan tíma, þar sem að Evrópa var, ég meina, það var sókgríðal á Evrópu af húnum, af mongólum, þetta var gert líka af náttúrulega kalifatinu, Múhameð byrjar þarna upp úr 600 og heldur svona áfram og tók Austur-Rómverska ríkið svona 250 ára að ná svona megninu tilbaka og svo var þetta ganga fram og tilbaka. Þannig að basically allir hafa haft þessa tilhneigingu til þess að reyna að valda öðrum eins og Nietzsche myndi orða það sko, eða sem sagt að reyna að ná yfirráðum og reyna
að koma sinni menningu upp á aðra og þú veist það endaði með því að sem sagt Evrópa sameinaðist gegn þessum öflum að því að þú voru alveg gríðarlega sterk. Síðan eftir það að þá verður uppsveifla hjá Evrópu og hérna svo kemur iðnbyltingin og allt þetta og á sama tíma að þá voru þeir komnir með ákveðnar kólóníur og það var út af þessari svakalegum framförum sem og þú veist þessum siðaskiptum og öllu þess vegna gat þetta gerst. Þannig í rauninni það var ekki það að hérna hvíti maðurinn eða þeir sem væru svona iðnvættir væru verri einstaklingar. Þeir voru bara í betri stöðu til þess að gera þetta. Hinnir voru ekki í þessari stöðu. Ef hinnir hefðu verið í þessari stöðu þá eru gert nákvæmlega sama og mögulega mun verð. Þá væru við upp á náð þeirra komnir. Akkurat. Þá höldum það hefur alltaf verið góð staða. Það er bara versta staða sem við getum mögulega verið í. Það er að vera upp á náð annara komin, að halda ekki örlögunum í eigin höndum. Og þetta er það sem að frjálslynda vinstrið er að reyna að gera við okkur. Það er að reyna að fá okkur, kúa okkur, sálrænt, nauðga okkur andlega til þess að við gefum frá okkur þetta tak sem við höfum á okkar örlögum sem veldur því óhjákvæmilega við verðum upp á eitthvað annað fólk komið, hvort sem það verða Kínverjar eða einhverjir aðrir og mér er alveg sama hver það eru. Ég er ekkert að segja að ég er bara að segja að Kínverjar eða einhverjar aðrar siðmenningar, þeir hafa kannski bara aðra hagsmuni heldur en við og hérna ég var að lesa mjög áhugaverð skrif eftir mann sem heitir Carl Schmitt sem var hérna heimspekingur, pólitískur heimspekingur og hann var með mjög áhrifaríka gagnrýni á frjálslynda pólitíska heimspeki og hann sagði að stærstu mistökin sem þeir gera er að þeir gera ekki þetta friend enemy distinction. Þeir greina ekki á milli vins og óvinur. Það sé einhvern veginn að við getum í rauninni með því að eiga samtal og bara með eitthvað svona kennslu og að við förum með góðu fordæmi að þá getum við kennt öllum heiminum að lifa eins og við og okkar vestræna siðferði af því það er best að við getum bara fært það yfir á allan heiminn jafnvel á fólk sem hefur engan áhuga á því að lifa eftir því og er bara öðruvísi vírað heldur við. Já, þetta er bara menningararfur, kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð og þetta er algjörlega imprentað í fólk og það sem að mér finnst svo áhugavert í þessu er að þegar að þessi pólitíski heimsbyggingu sem að þú nefnir og margir aðrir, þú veist Karl Popper og þú veist alveg aftur til Aristótelesar þeir eru að tala heyrðu, þú veist, ef að þú ætlar að vera með lýðræði, ætlar að hafa frelsi að þá þarf að vera ákveðin grunngildi og fólk þarf að samlýsa stöðu og ég sáðu póstaðar hann daginn og svo tala ég meina við þurfum að hafa svolítið sömu skoðun og hvað er rétt og rangt ef við ætlum að geta skipa dómara sem að tekur hlutleysa afstöðu í málinu og við þurfum sem samfélag að geta verið í megin dráttum sammánaðum hluti og ef þú tekur síðan og færir inn einhvern annan hóp sem að passar ekki þarna inn í að það var ekki hægt að finna dómara sem er hlutlaust. Þú getur ekki bæði verið með okkar lög og sérjalög sem dæmi. Það gengur ekki upp. Og svo heldur það svona áfram. Þannig að þessi sko universalism sem að gengur út á það að allir sé í rauninni grunninn eins og deili bara sömu grunnprinsípunum og gengur ekki upp út af því. Við bara augljóslega sjáum það að það gengur ekki upp. Og hérna... Eða sko geta allavega orðið það. Já, geta orðið það bara með svona tala af því að þú veist grunngildin er svo ótrúlega ólík að þetta er hún ekki og passar ekki og málið er það að þetta er einmitt fáfræði þetta hérna og þetta er svona típist fyrir þessa vinstri lufsur sem að sé svo mikið verið í einhverju full þurfa að reyna að vera vók þýðir að vera upplýstur en þetta er ákveðin gaslýsing þetta lið er ekkert upplýst. Þetta er afneitun og mannlegu eðli. Já, þetta lið er sko allt annað en upplýst. Þess vegna er vók kaldanislega, þú veist, orðatiltækið yfir það. Þú veist, þetta er kaldan að vera að gera grína. Þú ert ekki vók, þú ert fáfróður, þú ert hálfviti, þú heldur að hlutinni sé einhvern veginn og allt annað vega heldur en raunverulega eru. Og eins og þetta, við höfum einhvern veginn að tala áður, þegar sænsku feministarnir voru að kenna, var ekki nauðgunardansinn hvað máttu snerta á eitthvað, já, voru finskir og svo voru svíjarnir, þeir voru að gefa svona armböndar sem stóðu á arabísku, þú veist að það væri nú ekki til síðan að nauðga þarna og eitthvað svona eins og að þeir bara, ok, það má ekki nauðga hérna maður. Þú veist, þetta er svo galið sko. Já, Jón, endilega,
þú ert með eitthvað input. Raskatið á mér er ennþá svona klemt saman af svona second hand cringe út af þessum dansi, hver skipti sem er minnst á hann, þá verðist hann poppa upp á fítinu mínu, það er einhver að fylgjast með okkur. Við þurfum eiginlega, við erum náttúrulega með besta tæknimann í Evrópu og við þurfum eiginlega að fá svona, þú veist, hann er í rauninni sko Jamie, hans Joe Rogan á styrum og við þyrftum eiginlega að fá sko fá hann til þess að geta sett upp hérna í ramman myndbönd af svona hlutum. Það væri gríðarleg lyftistöng fyrir þáttinn að geta spilað eins og þessi myndbönd því þetta er algjört fucking. Það er rétt. Ég ætlaði að hins vegar að styrkja þess að þú varst að tala áðan Helgi þetta með, ég hef alltaf gaman af því þegar fólk fer að tala eitthvað hvíti maðurinn sem búin að vera vondur við eitthvað og mér finnst alltaf best að spyrja verri en hver. Hvað er það sem að hvíti maðurinn er búin að vera vestur í? Þú veist, allar siðmenningar sem hafa komið með tækninýjungar hafa dóminar að aðra með, þú veist, Assýringar með hestvagnarna sína og Mongólar með þeir voru með bógamenn á hestbaki og Bretar náttúrulega gerðu þetta því að þeir voru fremstir í iðnbyltingunni og svona hefur þetta bara gengið. Þú veist, þeir voru ekki einu sinni með mestu grimmdarverkin í seinni heimsstyrjöldinni, það voru Japanir, skilurðu. Svo talaði útrýming á gyðingum, þú veist, Mao var miklu verri heldur en Hitler nokkuð tíman þegar koma fjöldamorði, bara svona sem dæmi, skilur, Já, Stalin er algjörlega vanmetinn í þessu líka, sko. Hann var náttúrulega alveg hræðilegur, það snar batnaði ástandið eftir að hann féll frá, sko. Bandaríkin hafi ekki einu sinni verið vest með þrælahald, það eru múslimaríkin, skilur, þau eru ennþann dag í dag, bara þrælahald, bara fullu viðgengst bara í mörgum ríkjum þar, þetta er bara, hvíti bara hvergi verið vestur. Það eru held ég núna 6 milljónir þræla samkvæmt skilgreininguna þrældóm í dag í Afríku, þetta las ég nú einhvers staðar, sem er meira þrælum heldur en var þegar að mest var á kólóníutíma Bandaríkjanna. Þannig að það er staðan í dag og einhverja hluta vegna og þetta lýsir þessum þangagangi vóksins svo rosalega vel. Best að vera að rífa kjaft yfir einhverju sem að gerði fyrir svo löngu síðan að þú veist að það er engin lifandi frá tímabilinu en við skulum nú alls ekki fara að gagnrýna liðið sem er aktífli að gera þetta ennþá í fucking dag og þú ætlar ekki að taka á því, þú ætlar einhvern veginn að láta það slæta, þú ætlar að svona, þú veist, þú ætlar þykjast ekki taka eftir, þú nennir ekki að taka þessa umræðu en hérna og sama tíma þá er þetta svo breska heimsveldið. Þeir fóru, sko, þeir reynsuðu höfin, þeir stoppuðu af þrælasöluna og ég meina Bandaríkjamenn fóru í hérna Civil War út af þessu sem norðið fóru á móti hérna suðrinu og það sem að vera að afnema þrælahald. Sko, fólk hvítir menn dóu fyrir málstæðin og svo verður að mála þá upp sem slæma og maður er alveg bara svona, þú veist, þetta er bara ein djöfulsins sögufölsunin í viðbaut og það er bara eins og þetta fólk gerir ekkert annað en að ljúga. Bretar fóru bókstaflega í stríð til að gera þetta, þeir sigldu skipum til Afríku með burta mannafla sem kostaði þá mikið, svo kemur mynd sem heitir The Woman King sem náttúrulega ætti bara að vera queen en allavega, það sem er verið að mála hennan ættbálk í Afríku sem var með einhverja kvenkyns stríðsmenn sem einhverja svaka frelsisbaráttu fólk, þetta var mesti þrælahaldara flokkur Afríku. Bretarnir voru þannig að vondigægin meðan í alvörunni voru það þeir sem voru að stráfella þarna með því að til þess að fá þá til að hætta að ferja þræla. Eins og þú segir, þetta er bara sögufölsun. Þetta er ekkert annað en sögufölsun. En ég meina eins og þú líka kemur inn á, við erum ekkert að neita því. Við erum ekkert að segja að hvítumarki hafi verið ógeðslegur. Þú veist, það hafa bara allir óhá kiðumþætti verið ógeðslegir. Þú veist, það er alveg hægt að fara að metast það hver hafi verið ógeðslegastur. Ég meina, þú veist, það er hörð samkeppni, sko. Þú veist, það eru Japanarnir og eflaust einhverjum útrýmingabúðir hérna hjá Þriðja ríkinu og svo erum við náttúrulega með Stalin og Gulagið og við erum með einhverjar jafnbrautaframkvæmdir sko af hálfu Stalins og Sovétríkjanna sko einhvers staðar út í raskati sem endaði með einhverju stórslýsi. Mikið eru þið dómharðir, strákar? Nasimo-eyjan, hefur þið tjekk, veistu hvað Nasimo-eyjan er? Nei, en voru þetta ekki bara menn að gera sitt besta? Já, þú getur sagt það. Nasimo-eyjan var svona hérna, ég veit ekki hvað maður á að kalla það sko, þetta er náttúrulega bara svona tragedía sko, en þá tókuðu þess að fólk, þetta var hérna einhver eyja í Síberju, ef ég man rétt, settu fullt af fólki á þessa eyju. Svona Love Island. Já, nema hvað, þetta endaði þess að með það miklu hungri að þau fóru að éta hvort annað lifandi sko, og hérna þetta kom
svona, já, í seinni tíð fram. Nú hef ég reyndar ekki Þetta hefur verið svona svo raunveruleika þáttur með áhrifavöldum. Já, þetta var svona eins og mjög siðlaust raunveruleika þáttur svona í anda einhverja svona geðveiki. Hvað hét þetta aftur hérna? Það var einhver bíómynd sem að gera. Survivor og Bear Grylls og eitthvað, Hunger Games. Hunger Games, já. Ef að Lofaland væri eitthvað svona dæmi sem var tekið upp á síberískri eyju og það væri engin matur eða eitthvað, þá væri ég nú bara frekar líklegur til þess að setjast fyrir framan sjónvarpið. Ég heyrði einu svona mjög góða hugmynd af svona raunveruleika þætti, þar sem að þú veist, þú væri með bara mjög vafasamt fólk og munið eftir Amazing Race. Og þú í rauninni, þú veist, það væri engar reglur en þú þyrftir að innbyrða ákveðið magna af þess að fíkniefnum áður þú byrjaðir, sko, og þú þyrftir að krossa einhverju saman og svo var það að fylgjast með, sko, hvort að fólk gæti komið sér, þú veist, kannski milli 3 landa eða eitthvað svona og hérna, mér finnst þetta áhugaverð hugmynd, sko, ég myndi horfa á þetta. Já. Ég myndi horfa á þetta, það er alveg að tandur hennu. En ég ætla að minna hérna fólk á, við erum nú konum með 30 mann sem er að horfa í, við byggust nú eiginlega við, þetta er bara við að röfla í dag, en hérna endilega vera duglega að tjá ykkur því, við ætlum að gefa comments special love í dag. Já, við náttúrulega, það er boltinn, það er úrslitaleikurinn eftir, þannig að við færðum þetta með stuttum fyrirvara og áttu svo sem ekki vona á eitthvað þannig, við ákveðum að spjalla þeim saman strákarnir, það er úrslitið síðan við gerum það síðast. Við verðum með þó nokkuð marga stóra þætti núna í röð, fengum alveg gríðarlega góð viðbröð við þætturum sem var síðast með Stefán Einari, ég held að það sé nú bara eitt stærsti þáttur frá upphafi hjá Broadcast, held ég sé ekki að fara með ránt mál þar, þannig allan einn aðeins stærstu og þannig að við þökkum bara fyrir okkur. Það gengur vel, það búið að ganga ótrúlega vel, þannig að svona við sem að vorum einhvern veginn á jaðrinum, við erum það ekki lengur. Ég finn það svona hægt og rólega, ekki bara með mér, en ég finn það að okkar sjónarmið sem að margt sko eitthvað svona sem hefði þótt óásættanlegt að einhver myndi stinga upp á í umræðinni fyrir ekki svo mörgum árum. Áður en við byrjuðum, hvort það er við eða ekki. Ég held að við höfum lagt okkar á voðaskáluna allavega, en allavega bara hlutir sem voru bara óhugsandi að vera ræddir fyrir stuttu eru núna til umræðu í meginströmmnum, en ég segi alltaf bara lengra, hærra áfram, bara keyra á þessi mál. Ég held nefnilega, sko, þú veist, auðvitað myndi ég vilja gefa okkur rosalega mikið kredit fyrir þetta, en ég held að þetta sé svona bara partur á svona heildrænu paradigm shift sem er að eiga sér stað, af því að þú ert með fullt af pólitískum stefnum og hugmyndafræði sem er að bíða algjört skipbrot, hún er bara gjaldþrota og bara bókstaflega, sko, þú veist, ég meina bara kostnaðurinn fyrir Evrópu og þessari pólitísku stefni eins og þú sagðir, að Merkel var í versti pólitíkus Þýskalands frá upphafi og reflust ykkur sem myndi deila á það en þetta er náttúrulega alveg hræðileg stefna og það átti í rauninni sem þetta leysa líðfræðilega vandamál, aldurspíramítinn, þú veist, að hann er breiðastur neðst, þar sem að yngsta fólkið er og það þarf að vera þannig til þess að geta haldið upp í lífeyrissjóðskerfinu. En eftir því sem að færri fór að eignast börn og færri börn í einu, að þá byrjaði píramítin að fara frá því að vera svona yfir því að vera svona. Og ég bara ekki liður en þetta. Þetta átti að vera píramíti á hvolfi og en sem sagt, þá var hugsað með sig, já nú flytjum við bara inn ótrúlega mikið af fólki frá fátækari löndum sem er að eignast opaslega mikið af börnum og maður er svona, já ok, vá, frábær hugmynd, þá getur þau farið að vinna og eitthvað svona og þetta var Helgi Hrafn og Kó og Merkel og fleiri og maður hugsað svona, já, ég veit að það er góð hugmynd, við tökum þetta fólk, flytjum það inn, tekum við, þú veist, það fer að draga vagninn og borgar fyrir ellilífsþegana. Aldeilis ekki. Það er sem sagt orðin svo rosalegu kostnaður og þetta er orðið vandamál út af fyrir sig og þetta er orðið mögulega stærra vandamál, þetta er lífeyrissjóðsvandamálið og það er bara hver kynslóðin og fætur annari sem er sem sagt sem eru skattþegar en borga ekki í skatt, þannig að þú í staðan er í rauninni orðið miklu verri, það eru bara ennþá færri að vinna fyrir ennþá fleirum, þannig að þetta er einhvern veginn algjör pólitískt gjaldþrot og Gleyma því, fyrir ekki það. Já, ég er rauninni bara, þú veist, að tala um þetta paradigm shift og þú veist, við erum að sjá þessa, þú veist, fólk er búið að sjá þetta, það gengur ekki upp, þetta er ekki sjálfbært, það verður að breyta, þú veist, það ræður hvort að fara á hausinn og bara það gjössanlega fari allt í þrot
eða það gerir eitthvað í þessu og fólk búið að átta sig á þessu og, þú veist, og það er að breyta þessu. Við erum kannski ekki að sjá alla kommuníska hugmyndafræði sko fara í burtu en þessi er orðin alveg búinn sko. Já. Ekki gleyma því líka, við erum að sjá sama fólk sem að segja okkur að við séum að díla hérna við offjölgun og sama tíma er þetta sama fólk að segja okkur að við þurfum að flytja inn fólk til þess að hækka fæðingartíðina. Þú veist, það er eitthvað sem annarkvort passar ekki þarna sko. Þetta er ógeðslega góð punktur af því að það búið að vera að tala þessa offjölgun og svo er verið að flytja fólk til þess að fjölga af því að þú veist, það er að vera demographic collapse eða hvað kallar maður, líðfræðilegt hrun eða eitthvað svona og það sem er ennþá áhugaverðara er sem sagt það var gæi hjá Tóta Hjartar daginn, ég hlusta á podcast í honum sem var heldur gott og held að það hafi verið prófessor á Bifröst eða eitthvað og hann er sem sagt greinandi vinnur að því að greina þú veist hvað er að hafa áhrif á fæðingartíðni og það sem hann vildi meina var það að það var framboð á húsnæði og hversu auðvelt er að komast í húsnæði og maður svona velti í fyrir sér, ok, hverja voru þá afleiðingar þessara stefnu í Evrópu? Jú, það náttúrulega varð miklu minna framboð hlutfallslega miðað við eftirspurn á húsnæði og erfiðara að komast í húsnæði og húsnæðisverð hækkaði og það var svakaleg verðbóla á fasteignum og við höfum séð þetta hérna líka. Þannig að, sem sagt, hugmyndin sem átt að leysa þetta varð basically til þess að gera vandamálið verra að því leiti að fólki kostaði peninga, fasteignarnir eru dýrari, það var dýrar að búa og fólk eignaðist ennþá farið börn vegna þess að ráðandi þáttur í barneignum, hvað gerur ennþá verri? Já. Og maður bara svona hugsaði með sér, hugsuðu þið bara ekkert áður en þið fóruð að framkoma og þetta er fólkið sem þykist vera svo ótrúlega vel upplýst. Já. En þú veist, þetta dæmi sem bara sjálft. Hvað segirðu? Hjóli kommentandi 5. Já, við ekki bara hjóliðu núna. Já, það kemur hérna Sveinn Kristjáns segir Lamine Yamal sem spila fyrir Spán veifaði palestískum fána í stið Argentínu og var óviss fyrst en ég náttúrulega er augljóslega stið sko Spán en mér finnst Yamal vera algjör fáiðtinn. Hann haga sér, hann er svona gaurinn sem átti aldrei að verða frægur, hann er hæfileikaríkur en algjör svona douchebag, það er mitt álita á allir saman allavega. Ég er alltaf hrifinn af svona mönnum sem eru fyrir fáið svona Maradona, Mike Tyson svona. Ég tengi við hennan briskleika. Já, ég væri líka Montras ef ég væri 18 ára og var að toppnum. Já, líka, ég væri fucking óþolandi, sko. Ég held að það væri svona einmitt, ég held að það væri gaman að hata þig ef þú værir í fótbolta, sko. Ef ég væri knattspyrnumaður og hefði meikað það, þá væri ég svona eins og Gassa, þú veist, væri bara orðin heimilislaus 31 árs, bara samt búin að þjána milljarða, sko. Það væri búið að handtaka þig og bróðin líka. Eins og þarna, það væri að Jón, þú svo mikið inn í þessu. Hvað heita þér hérna aftur bræðurnir sem er alltaf verið að handtaka fyrir mannsal og svona? Já, teitararnir. Já, teitararnir. Já, teit bræður. Þeir eru að fara svolítið illa ráðu sínu. Já. Er þetta allt bara uppspunni eða er þetta melludólkar? Ég held að þetta sé satt. Ég held að lengi vel þetta væri bara hérna rugl þangað til að það var bara spil. Ég horfði á gömul viðtöl við Teit þar sem hann bara lýsaði hvernig hann blekkir og svona hálfpartinn rænir bara stelpum til sín. Hann segir bara ég læt stelpu verða ástfangnar af mér og hann lýsti þessu bara, þetta er ekki að segja þau þurfa að taka mín orð fyrir, það er að finna þetta. Hann lýsir því bara, hann lætur spilar með einhverja stelpu til að koma að heimsækja sig. Hann ætlar aldrei neitt meira með hana, hann er svo með einhverja konu sem að vinna svo við það að bara vinnan hennar að sannfara nýja stelpur að vera svona camp girls fyrir sig. Hann tekur part af því þær, hann gefur þeim áfengi og eiturlyf þangað til að sann ekki svona, þetta er loverboy aðferðin svolítið, kalla það. Og hann bara blekkir þær í rauninni til þess að gera þetta og jú, það má svo sem alveg halda þið fram að hann er ekki kannski að neyða þær en hann er að plata þær til Rúmeníu, skilur sem er ekkert svona land þar sem þú ert að fara að leita rétta en séu eitthvað gerist og eitthvað og svona, ég held þetta sé að mörguleiti satt allavega, ég held það. Já, þetta náttúrulega er augljóslega svona, bara siðferðislega rangt, en maður þarf líka alltaf að spyrja sig hvað er á ábyrgð hinna, þú veist, ef þú ert sjálfur að innbyrða
þú veist, vímuefni að þá berðu svolítið sjálfur ábyrgð á því en ef að einhver misnotar aðstöðu sína gagnvart þér út af einhvers konar yfirburðum að þá er það náttúrulega líka rangt sko. En já, þú veist, þetta er svo skrítin fýr sko, maður hefur séð hann koma alveg með ágætis punktæn og milli sko, en það þýr ekki endilega þessi góð maður, en það var mjög áhugavert í öllu þessari umræðu Andrew Tate sko, að hann einhvern veginn byrjaði að tala til svona þessara stráka sem að voru kannski svona mest jaðarsettir raunverulega, þú veist að þá er ég ekki að tala þessa fjármögnuðu hópa sem að garga alltaf bakslag, þú veist, við erum náttúrulega bakslagið, en sko... Þeir eru að kalla á okkur. Já, kalla eftir okkur og hér erum við og við förum bara undir nafni, við erum bakslagið. Ég held að, sko, það sem hafi orðið til þess að menn fóru að þú veist, að líta eins upp til Andrew var, Andrew Tate og Tate bræðrana, var að þeir upplýðu ákveðið empowerment af þessum gæjum, að því það voru einu gæjarnir sem voru að segja við þá, þú veist, það er eitthvað varið í ykkur, þú veist, þið eru ekki scum of the earth. Ég held að það skiptir svolítið máli. Þú veist, ef að þessar konur sem að voru svona og vókistar, þú veist, sem að fóru fyrir þessu, hefðu ekki verið að drulla yfir þessa stráka með beinum og óbeinum hætti og bara svona eiginlega stjórnsýslulega nánast sko. Þeim var bara mismunað kerfisbundið og er ennþá og við sjáum þetta bara í námsárangri, við sjáum þetta á alls konar tölfræði. Við sjáum þetta til þeim, þú veist, sko, konur í öllum stjórnunarstöðum allstaðar. Þú veist, og ef við skoðum ráðuneytin þá er þetta bara sko, þetta er predominantly konur, náttúrulega allstaðar. Hún Íris sem var hjá okkur, hún fór eitthvað yfir þetta og var að benda á sko að þetta var alltaf 80% konur og það er bara svona það sem það hendar sko. Það sem það þær þurfa að komast í meirihluta, þar má þetta gilda, en það sem þær eru í óhugnarlegu meirihluta, þar má þetta alls ekki gilda. Af því það er gott. Þannig að mismunin er góð stundum ef það er þeim í hag. Það er jákvæð mismunin. Þetta er með Tate og félaga að við erum að sjá svo mikið af þeim, það sem að þeir gerðu er eins og margir aðri gerðu, þú veist, Fresh og Fit og svona, þetta bara verða svolítið stórt. Það er að hann er frábær í kjaftinum, hann má alveg eiga það og hann segir fullt af hlutum sem eru frábærir og hefur lengi gert, það verður ekki tekið af hann, hans væri enginn að hlusta á hann. Vandinn er hins vegar eins og svo margir aðrir er að það sem hann hefur verið að gera er að hann vinnur traust manna með því að fara rétt með vandamáli, hann er að segja þeim sannleikan hvað er að gerast í samfélaginu og hann viðurkennir vandamáli, hann segir ég er hérna fyrir ykkur, svo kemur hins vegar það sem hann og margir aðrir hafa verið að gera sem er svo mikið eitur, það er svo er verið að selja þeim ranga lausnir oft. Þetta með bara að fara í grændið bara að það bara verið að reyna að búa til gróðalind úr þeim það er það versta sko. Ég hef allavega tekið svolítið eftir, ég er mikið í líkansrækt, ég veit ekki hvort ég trúi því en þar hittir maður svona yngri kynslóðina og maður er svona að spyrja þess að stráka kannski hvað er að gera og þeir eru ofta að spája að fara í krypto og eitthvað svona og maður er alveg svona, ok, þegar þú átt árið 10 milljarða þá getur þú fara að skoða það, þú veist. Núna akkurat í augnablikinu þá þarftu kannski bara að þú veist, gera það sem að bara svona basic hluti, reynda að sækja þér kannski einhverja þekkingu, sérhæfingu eða menntun til þess að fá hærri laun til þess að ef þetta kryptodæmi eitt gengur ekki upp sem að eru svona 99,9% líkur að það gerir ekki, að þú veist að hafa eitthvað svona fallback plan. Og ég held að samfélagi verði betra ef að allir væri bara svona skildugur til þess að læra eina iðnmenntun. Gyðingar eru með þetta innan síns samfélags, þetta ég þekki ekki nákvæmlega reikningarna þeirra en það er mælt með þessu einhvers staðar að faðirinn kennir sér þetta innum iðnmennt. Þess vegna eru þeir eiginlega allir með eina iðnmennt og gullsmiðurinn er algengur eins og við þekkjum. Og þetta er rosalega góð samfélagsuppbygging og segjum við svo og þú lendir í rugli, þú kannast nú einhvern tímann í rugli svona og við báðir, að ef að þú getur orðið pípari, rafvirki eða eitthvað, þú getur komið út úr lífstílum, þá er þetta rosalega hratt exit og þetta getur bjargaði rosalega hratt. Ef eitthvað klikkar þá hefur alltaf þetta
og það ótrúlega vel borgað á Íslandi í dag og veist, iðnaðarmenn er alveg stórkostlega vanmetnir og iðnnám er alveg stórkostlega vanmetið og þetta er alveg ótrúlega mikilvægt vegna þess að þú veist, við byggjum samfélagið á iðnaðarmönnum í grunninn sko. Já. Þannig að já, ég mér langar að koma að þessu. Ég held sko að þetta eru menn sem eru búin að calla bullshit á það sem er í gangi og eru búin að átta sig á því að þú veist að þetta sitt sem verða að reyna að selja þeim sem var kannski gott fyrir 20-30 árum sem virkaði ógeðslega vel að fara í háskóla og og fara þessa hefðbundnu leið þennan þú veist breiða veg að það er bara ekki gjöfull lengur og samfélagið er ekki að vinna með þeim skilur. Það er að vinna gegn þeim og þeir fara þá oft í eitthvað svona dark gear, leitast eitthvað annað og þá er náttúrulega þú veist, þá eru meika svona raddir eins og Andrew Tate og fleiri bara rosalega mikinn sens, skilur af því að Andrew Tate, það sem að Andrew Tate og fleiri hafa gert í mér í þessu right-wing eða þessu svokallega eitruðu kallmennsku community hafa gert réttilega er að þeir eru búin að calla fucking bullshit, að þetta er kjaftaði það sem er í gangi. Við lifum, samfélagið lifir eftir við erum bara komið með bara kerfi sem er að vinna aktíft gegn þeim, skilur. Það er búið að svíkja samfélagssáttmálann. Þeir eru að borga skatta sem eru notaðir til þess að vinna gegn þeim persónulega, skilur. Þeir fara í yfirvinnu og peningurinn er notaðir gegn þeim. Þetta er erðasynd líka af því að þeir eru að borga syndir forfeðranna. Algjörlega. Og þannig að mér finnst alveg eðlilegt að menn séu svona rótlausir og leiti til manna eins og Andrew Tate og eins og segi bara Andrew Tate. Svo ymmit út af þessu sem þú nefnir. Þú veist, þeir höfða til þeirra, þeir eru búin að kalla bullshit. Þessi strákar sjá það, já þetta er bullshit og loksins er einhver að tala mínu máli. Og hvað gerist þá? Jú, þá hugsa kannski, þetta eru kannski klári strákar, Tate-bræðurnir og þeir hugsa, ok, hvernig getum við nýtt okkur þetta? Nú erum við búin að ná í rosa audience, ok, ef við erum cryptocurrency og fáum alla til þess að vesla í því að þá hækkar það í verði og þá erum við búin að græða peninga. Heru, þú veist, ef við segjum að gera þetta eða hitt, hvernig getum við markasetta og grætt sjálfu peninga? Að því eins og Jón segir, þeim eru seldar vittlusu lausnirnar en það er bent á rétta vandamálið. Já, þetta er rosalegt ferli sem að ásist á eins og Sverri var að tala um. Þetta er rosalega freistandi hugsun sem þið tala alltaf um, escape the matrix, verða sjálfstæður, hætt að þurfa að reiða sig á kerfið sem hatar á. Það er rosalega mikið selt. Og það er rétt. Og þeir eru alltaf að sína hvernig. Já, en þú eru að átta þig aðeins með það að það sem þeir gera er að þeir sína hvernig þeir eru búin að sleppa út úr þessu, en þeir gera það ekki með því, til dæmis ég held að sé eitt er að sé mann eftir sem ég skal minnast á eftir, þeir gera það með því að nýta aðilina sem þeir segjast að hjálpa, með því að misnota þá, með því að þeir eru að borga allt undir þá, trúandi því að sé verið að selja þeim einhverja góða lausn, meðan að það er bara verið að selja þeim eitthvað generic, AI, course, að sem að, bara á einhverju bíluðu verði og þeim alltaf sagt, ok, nú ert alveg að fara að meika, en svo er kerfið það að þú átt að ná í einhverju undir bara píramídaskím, skilur. Þetta er svona, það er vandamáli við þetta. Það er enginn af þeim er að búa til neitt sem að er gagnlegt. Þeir eru bara búa til ný píramídasvinn, þar sem þú verður alltaf að ná inn fleirum og fleirum til að viðhalda þig. Það finnst mér vera vandinn að þig. Ég var að viðurkenna það, ég hef ekki kynnt mér þetta svona eins og þú, Jón, þú veist nákvæmlega með þessi píramídasvindl og hvað þeir hafa verið að stunda. En einmitt, þú veist, þetta, þú veist, reynda að koma þér út úr, þeir kalla þetta escape the matrix, reynda, þú veist, að hætta að þú veist, vera eins og hamstur í hjóli. Og hugmyndin er í rauninni, ég kalla þetta eiga svona fuck you penning, þú veist, eru 8 árin og marga miljónir til þess að geta lifa á vöxtunum, þá ertu komið svona, fuck ykkur, ég þarf ekki að gera þetta, þú veist, ég hef bara gert það sem ég vil. Og þú veist, og það er kannski nokkur 100 miljónir í dag. Þannig að þú veist, þá skiptir einhver máli hvort sér reikin úr vinnunni, það skiptir einhver máli, skilur þú sjálfur nógur og þú getur verið það bara til að loka. Þannig að mér finnst það svona kannski koncept, en einmitt eins og en þú veist, já, það er greinilega að gefa samt helviti vel þetta webcam-dæmi. Sverri var einmitt búin að stinga upp á þessu að við undur að fjármagna tæknimanninn og þættina með einhverju svona. Það væri gott. Tótamyndum. Já, ég get alveg nuttað út eitthvað fyrir fram að webcam, sko, það er ekkert. Mér finnst þetta vera rosalega mikið þannig að það er verið að selja skyndilausnir af því að menn eru svo desperate, að Sverri var að tala um, að skipta, að komast út úr þessu,
að þá eru skyndilausnirnar rosalega vinsælar hjá þeim. En Og það er rosalega erfitt að keppa við það. Er þetta samt ekki bara einhver minni hlutahópur af þeim sem að, ég meina, hann nær til en það alveg bara miljóna stráka. Já. Er ekki 90% bara eitthvað að horfa á þessi vídeo fyrsta fyndið og er bara eitthvað, já, ok. Ég held það sko. Hann er bara búin að kóla bullshit þessi og ég er bara sammála, skilur, og svo fara þér og gera bara eitthvað, bara eins og ég, skilur, ég hef aldrei verið að fylgja um þetta, ég bara sé klippur, bara eitthvað, þetta er bara fyndið og það sem er að segja hann er samt með góða greiningar oft á tíðum, alveg bara, þú veist, og líka þessi tækni, hann kemur og segir eitthvað og segir með svona talanda og svona sprengju þannig að fólk er bara svo, hvað er það að segja, skilur við, og það vekur athygli og það heldur við að horfa á myndböndin, þú veist, algoritmin er kóðaður inn á það að því hlutfallslega lengur sem þú horfir á myndböndin því meiri dreifingu fær myndbandi, sko. Hann er algjör snillingur í að gera þetta, sko. En þú veist, mér persónulega bara eitthvað, ef þú kaupir eitthvað kúrs hjá Andrew Tate, ertu þá ekki bara eitthvað þroska eftir? Já, þú kaupir Ekki kúrs hjá samt Andrew Tate. mannleita hvað það eru margir. Það er til dæmis hann sem var einn einstæða manusféranda HS TikToki sem er nú algjörlega glata gæi. Hann er til dæmis með sko bara ein Telegram-grúpa hjá honum, það var 50.000 manns inn í henni. Andrew Tate og félagar með Hustlers University, þar eru, ég man ekki hvað félagatalan var, það borga allir mánalega, það eru 70.000 manns, þú veist. Þetta eru alveg upphæðir. Þetta eru basically námskeið þar sem þeir eru að kenna öðrum hvernig þeir eru að fá að ríða. Þú veist, og Já, liggur við, já. Þú veist, nei, menn þetta er bara svona pínu, svona, þú veist, já, við erum með, held ég, þarna ákveðna inselmenningu, sko. Getum við kannski byrjað að fjármagna okkur með eitthvað svona? Já, ég held að við hljótum að fara að geta skammað fólk einhvern veginn. Við vorum allavega að opna Patreon, kannski virkar eitthvað. Það er ekki skam. Ég til dæmis ekkert viss það. Nei, reyndar ekki. Ég er ekkert viss það geti kent mönnum beint að höstla. Þú veist, ég held að það sé það eina sem er hægt að kenna mönnum. Pick-up menningin. Hún því miður bara fóttum virka. Það sko, eru aðferðir, já. Sko, konur, þær vilja kallmenn sem að gengur vel í lífinu, og eru góði við þær, þú veist, og það eru bara svona ákveðnir hlutir sem það sækja í. Og þú veist, bara tiltölulega svona simpul, einfaldir hlutir. Þú veist, ef að þú hirðir þig vel, ef að þú gerir allt sem þú getur til þess að ná árangri, þá muntu líklega ná því á endanum. Og ef þú veist, við hefur bara svona basic siðferði að þú veist, þá gerast hlutirnir og þeir þetta vefur upp á sig, þú veist, þú í rauninni að frekar að aðlaga heldur en að reyna að vera með einhverja pick-up línur eða eitthvað svona, þú veist, jú, eins og segir, pick-up enni geti gengið upp að einhverju marki, en það er aldrei góð langtíma strategía, þú veist, þú getur ábyggilega... En það er ekki verið að selja þeim það er verið að selja þeim að komast í rúmi hjá þeim. Já, en þú veist, þú getur ábyggilega, þú veist, klætti upp eins og greifi og eitthvað og logið að einhverju fólki í Mexíkó, sko, að pappiðin sé olíuauðjöfur og svona og þú getur kannski fengið að bleita hann aðeins, fengið utan hann, en þú veist, leið og fjölskyldan og allir hinnir fatta það að þú sér bara að ríða dóttuðra, sko, og þú sért í rauninni bara einhver sveitadurgur frá Íslandi, frá Raufarhöfn, þá gæti það orðið óvísælt, sko. Það var ekki gott, já. Illa við. Það er sko, ég held að sé mér þess að líka bara verið svolítið að það eina sem virkir sé að kenna þeim að leggja lók eins og þú varst að leggja draugin að þarna, en þú veist, það er því miður hægt að kenna það, en það hitt þarftu að vinna þið svolítið inn fyrir. Það er þetta með að eins og þú segir, það er svona alvöru langtíma að verða góður maki. Já, en þú veist, ég er ekki fæddur í gær, sko, og maður er búin að sjá helviti marga, þú veist, reyna að leggja lók eða draga frængur á landi þarna niður í miðbæ og, þú veist, ég er ekkit viss að þú kennir þetta svo öðlega, sko, þú veist. Nei, þú þarft svolítið að hafa þetta í þér, það er ákveðin grunnatrið sem hægt er að kenna. Ég held að séu kannski einhverju svona grunnþættir eins og kannski mannleg samskipti sem þú gæti kennt og svona, þú veist, vera ekki óþægilegi og ógeðslegi gæinn, þú veist. Já. Ég held að það ætti kannski vera bara partur af skólakerfinu á þessum tímapunkti, svona með að ýmislegt. Ég held að það sé bara svo erfitt að sko, þetta er rauninni sama vandamál að díla við með þessa gæja eins og, þú veist, hvað ætlar einhver að fara að hlusta á Steina Vakinu, skilurðu, eða Hauk Braga eða eitthvað svona gæja, hvernig er að vera auðvitað horfaði frekar á aðila eins og Tate bræðurna, þú veist, þeir eru engin búin að segja þeim
að þú veist, það skipti ekki máli að eiga flott úr, jú, það er gaman að eiga flottan bíl, en það er ekki það sem skipti máli í lífinu, skilur En sko bæði Steini Vagina og Tate-bræðurnir eru að selja þér sama sæjoppið sem er fucking stríð á milli Bingo. kynjana sem er bara þroska heft dæmi. Kynjastríðið Bingo. er eitthvað augljósasta sæjopp í heimi og þú veist, feministarnir er allir þroska eftir, ég veit það, en svo er núna að koma einhvers konar ansvar við því sem eru einhverjum svona meninistarnir og bara, þeir eru jafn fokking þroska eftir. Ég verð bara að koma því að, ég verð að koma svo að og málið er það, við vorum að tala þetta er svona ákveðin inselhópur hann í kringum teipræðina sem eru að kaupa þessi þjónustu. Það er nákvæmlega samur í gangi í kringum Steina Vagina og kó. Þú veist, þetta eru hinir inselgæðinir og hérna, þetta eru kökkararnir. Þetta er bara Ef hann myndi gefa út bók sem var í hvernig á að kökka, ég hugsa að hann myndi seljast betur heldur en þetta drasl sem var að reyna að koma í bónusina fyrir þar síðustu jóla eða hvað það var. En líka þetta er bara viðbrögð. Ég myndi kaupa. Ég veit það, bara til hlæjón. Sorry, Sverrir, þú varst að segja. Ég segi þetta er bara viðbrögð, þetta er bara viðbrögð við feminisma, skilur. Ef að stefnan sem þú trúir á er bara viðbrögð við einhverju annari stefnu, þá er náttúrulega svo stefna sem að þú ert að bregðast við, svo sem stýri ferðinni hjá þér persónulega. Þá ertu bara, þú veist, það er þroskaheft pólitík eða lífstefna eða heimspeki í skoðun eða whatever. En það er þetta svolítið svona, þetta eru teikarar, þú veist, þeir eru að reyna að vera með, þetta er svona frírætirar. Og við sjáum að það sterkan hóp, hann er að fara áfram, þá er ég að tala þú veist, Steina Vaginu og fleiri. Og þeir hugsa svona með sér, ok, þú veist, ef við verum bara úslega undirgefnir og verum úslega sammála og bara svona höfum einhvern veginn engar sjálfstæða skoðanir og erum bara alltaf á móti þessum hóp og alveg sama hvað ég gera, að þá munu þær kannski samþykja okkur og þá kannski þú veist, og þá er það í lagi og þá líkar einhverju vel við okkur. Ég held að það sé svona, ég held að það hafi verið strategían þeirra. Og svo er hinn strategían sem er bara basically að gera alveg öfugt við það, en það er alveg jafn langt frá því að vera einhvers konar sjálfstæð hugsun í því að þetta er ekki einstaklingar sem eru að fylgja sinni persónulegu sannfæringu, heldur bara einstaklingar sem eru að fylgja öðrum einstaklingum sem eru andsvar við öðrum einstaklingum sem eru að reyna að fylgja einhverju pólitískri hugmyndafræði. Ég held að þetta sé frábær greining. Ég held að þetta sé frábær greining. Þakka þér kærlega fyrir. Þú þarft... Þetta er maður að horfa á þess að gæja líka eins og Sverrir talar þeir eru alveg jafn miklu kynjastríði, þeir eru að segja að dómin er að kona en að þú meir vera ríðandi út allan bæ. Hvað segir það sig? Þetta segja að það sé eitthvað vitlaust. Nei, ég er að meina að þú ert í sambandi þá er það væntanlega, þú veist, ekki þá á það að vera á jafningagrundvelli, þú átt ekki að dóminera kona en að þú átt að, þú veist, þú átt að vera leiðandi og allt svoleiðis. Það leiða henni að dóminera þig. Já, domma þig. Ég meina, þú veist, þetta er svona dæmi sem að þú átt að láta fólk vilja fylgja þér. Þetta er bara svo að vera leiðtogi, bara allstaðar. Þú átt að láta fólk vilja fylgja þér, ekki að segja að maður eigi að gera það. Já, þú gerir það með því að vera sanngjarn og heiðarlegur og svo framvegis, sko. Og það er svona ímyndun, það er svona ímyndin af erkitýpunni sem að kóngurinn er. Hann er fer, er góði kóngur, hann er fer, hann er sanngjarn, hann er heiðarlegur, hann er góður, hann gerir alltaf það sem er rétt, fórna sjálfu sér fyrir málstæðin, þú veist, og allt þetta, sko. Þannig að já, vissulega er það líklega besta til þess að byggja og ef við horfum á bara mannkynssöguna, biblíuna, ef við horfum á trúarbröðina, þá er þetta yfirleitt það sem er gegnum gangandi sem er verið að kenna, sko. En það er ekki mikið verið að segja, já, það er sambandið opið í annan endan og þú veist, ekki ríða systurinnar, þú veist, það er ekki gott, en þú veist, hvað ég meina, en ef þú fer sko í næsta bæjarfélag, þú veist, það myndi einhvern veginn ekki ganga upp heldur, sko, en maður að sjá, þú veist, þess að svingara og svona, sko, þetta er svona fólk sem aðeins líka verið svolítið í sviðsljósinu. Hvað varðum bara gamla góða að halda fram hjá konunni sinni? Þú hefur verið svolítið talsmaður þess. Haldið bara fram hjá hver öðru, skilju, ekki verið, mér finnst það vera heiðarlegra heldur en að fara í eitthvað svona. Nei, mér finnst það bara betra, ég er svona íhaldsmaður og það er bara gamla góð bara framhjálpar. Já, það er bara gamla skólan. Já, það er svona menningarlega afleið einhvern veginn sem að þú og veistu hvað besta við það, að þú ert svona bara gamla skóla framhjáhaldari, þá getur þú líka verið í svona, á svona siðferðislega hærra plani og jafnvel tala niður til þeirra sem eru í opnu sambandi og tala hvað það er ógeðslegt. Já, þetta er svona eins og alkohólistarnir sem er að tala illa dópista. Já. Þú getur bara haldið fram með konuðinni hverja einustu helgi og svo mætt á skrifstofunni að skýta yfir eitthvað svona fólk sem eru á Instagram í opnu sambandi. Einhverju, Geðveikt.
eitthvað Burning Man. Ég held að framhjáhaldið, bara svona almenna framhjáhaldið hafi sé á miklu undanhaldi út af það er ekki lengur þessi makalausu jólahlaðborð og svoleiðis. Já, ég held núna Hefur áhyggjur af þessu, Jón? Ég held sko í íhaldsbylginni sem er að koma núna eða endurreisnarbylginu eitthvað, þá munum við fá framhjáhaldið sterkt inn aftur. Fólk hættir í opnu sambandunum bara, heyrðu ástu mín, nú ætlum við að hætta í opnu sambandi, ég ætla bara að fara að halda framhjá þér. Þú vilt meina að þetta verður svona eins og gömlu góðu jólaglöggi? Já. Það sem að þú fórst að vinna jólaglögg, þú manst ekki neitt, þú ert ekki alveg vissum hvort þetta var jafnvel, í dag var þetta svona, þú var ekki vissum hvort þetta var kallað kona jafnvel. Já, og vera með svona eitthvað au pair, skilur, eitthvað au pair frá Filippseyjum og 19 ára. Sjárat á Schwarzenegger. Já, og kona hennar drullu leiðileg og einhvern veginn au pairið alltaf til í að hugga, skilur, svona gamla skóla, framhjáhald, bring that shit. Já, en þú veist, er það ekki bara einhver svona menningamunur? Þú veist, sem að maður verður kannski að reyna að taka ákveðin til eða kannski eitthvað sem gera bara í Filippseyjum. Þær eru líka, af því að þær eru svo mikla tilfinningaverur. Þær eru svona eins og ég, sko. Maður ekki sjá neitt. Mátt ekki dömt sjá. Nei, ég má ekki dömt sjá. Og þær eru þannig, þannig að... Já. Svona ákveði lausnamiða samt, lausnamiðaður hugsanaháttur ef maður hugsar út í það. Ég var eins og að tala við ömmu gömlu og hún var í opnu sambandi. I like where this is going. Já, þú veist, amma, ég veit ekki til þess, ég er ekki viss að ég myndi vilja vita það, en þú veist, ég útiloka ekkert, en hún myndi ábyggilega kyrkja mig, sko, ef hún var á lífi, en í maður vorum að ræða sem sagt, framhjáhöld og eitthvað svona, og þetta er meira svona... Þú amaðinn? Já, og við töluðum allt, sko, við vorum rosa góðvinir, og hún segir segir við mig, sko, já, sko, Helgi, það hafa allir sína þarfir, sko, en þú heldur ekki framhjá undir húsvegnum. Og ég var alveg bara, hvað er hún að tala um? Þá er þetta bara svona gamalt saying, sko, að þú veist, þú ert nú ekkert að þú veist, gera þetta bein fyrir utan heimahjáðar og heimaslóðum, en ef þú værir og fraktar einhvers staðar í Bremerhaven og þú veist, myndir detta í land þar og væri pínu fullur og eitthvað, að þá er það kannski ekkert sem ættir að vera pæl í, sko. Respekt á þetta, sko. Já, þess að ekki, þú heldur ekki framhjá undir húsvögnum og ég hugsaði með mér, þetta var bara menning á það fyrir, kannski er þetta það sem að þú ert að tala um sér. Já. Bara, og þetta er, sko, þegar við vinnum og framhjáhaldi tekur við, að þá verður þetta alveg eitt af því sem verður alveg hart, sko. Alltaf framhjá en ekki undir húsvögnum, af því það er ógeðslegt, skilur við. Já. Ég mitt sá svona í ræktargrúpu og sagði ég mitt svona ólíkan hugsunahátt kynjana, það er svona þeir eru með sameiginlegan cheat day og þá er þetta sérst kona, hún byrjar að borða köku meðan að hann byrjar að ríða systur hans. Systur hans. You said it was cheat day. Já. Var það múslimi? Það var allavega ólíkur hugsunahátt kynjana held ég. En við erum með spurningu hérna í kommentunum, hafa hann á samningar við Gauk að sína sig í þættinum eða er hann eins og utanríkisráðherra? Við erum náttúrulega verðum að segja það að hann var búin að samþykkja að koma og þangað til að við áttuðum okkur allir á því að úrslitaleikurinn er náttúrulega núna en hann ætlar að koma til okkur. Þannig að og við gefum honum mestu þakkir fyrir það. Já, sjálfsögðu. Svo spyr Rafael Róbert, hver er ykkar skoðun á Holocaust? Var ekki logið upp á fjölda gyðinga sem átti að vera drepnir? Nei, sko, nú er þátturinn að byrja. Nú erum búin að hitta upp með framhjáhaldi og... Rafael Róbert hefur verið svolítið að stúdera þessi mál, ég fengi nokkuð skilabóð frá hann undanfarið, sko. Já, helfurinn, þetta er mögulega eitthvað viðkvæmasta málefni sem hægt var að ræða, en við höfum nú reynt að einhvern veginn að fara í öll málefni allstaðar, alltaf á öllum tímum og reynt að gera það heiðarleika. Sem er ógeðslega fyndið, af því að það er fullt af einhverjum fjöldamorðum átt sér stað í sögunni og bara jafnvel nær okkur í tíma og eitthvað svona og það má einhvern veginn ræða þau í öllum áli grínast og eitthvað en þú þurfa allir að vera á fucking nálum þegar kemur að helfurinni. Já. Menn eru rosa stressaðir, menn alveg stressast upp, sko. Ég er svolítið þar þegar að vera að ræða þetta það er svo mikið af einhverjum kenningum og einhverju svona þetta að ég er bara svolítið týndur af því ég bara hef ekki I don't give a shit og ég hef ekki haft nógu mikla nennu til þess að setja mig inn í þetta. Ég annarkvæmt setja mig inn í hlutina 100% eða bara nánast ekkert eða bara svona kíkja á þessi í sé og ég hef bara ekki haft nennu til að vera að sannreyna þetta allt saman. Hversu margir? Kalt mat?
ekki hugmynd. Sko, Ekki hugmynd. ég hef skoðað þetta svolítið og Lakkar í Sverri. Sverri sé fyrir sér Ég var að reyna að fá ykkur til þess að segja eitthvað. klippu, sko. Það er alltaf verið að cancela mér. Já. Ég er að reyna að fá ykkur til þess að segja eitthvað sem að þið verið cancela. Ég bara grínlaust hef ekki hugmynd, sko. Nei, en allavega, ég hef svona aðeins svona í blandi svona bara sögu, ég les og hlusta mikið á svona sögu og öðru, þannig að maður verður að taka samsæriskenningarna með, því að þú veist, in the end of the day þá er þetta bara kenningar, þú veist, og það er bara vísindalega rangt að afskrifa kenningu nema að skoða hana, þú veist, þú segir ekki að þetta er bara rangt af því að þessi sagði að þetta væri samsæriskenning, þú veist, þetta er bara kenning. Það hafa verið alls konar svona hugmyndir það að það hefði ekki verið capacity til þess að brenna líkin eins og í Auschwitz og fleira. Það var eitt. Það voru eitthvað kólasendingar sem voru skráðar í þessu magni. Þú veist að það er alls konar svona. Ég meina það voru einhverju vísindamenn sem fóru yfir ykkur á þessu, þú veist að leita beinum og alls konar svona og það gekk eitthvað illa. Það eru lög, ef ég man rétt, sem að þú veist, þér er ekki frjálst að rannsaka þetta með hvaða hætti sem sko. Allavega ekki í Þýskalandi. Já, ef ég man rétt þá var ég bara það var allavega einhver lög. Það er mjög grunnsalegt. Það er viðkvæmt mál á það. Það er, þú veist, og málið það að allt svona er náttúrulega sko vatn á millu þeirra sem að efast hlutina og ég myndi segja það að þeir geta nú svona svolítið sjálfum sér kennt ef þú farin að banna rannsaka hluti. Það er alltaf svona pínu skrítið. En það hafa náttúrulega verið alls konar rannsóknir og ég held að sé algjörlega ljóst að fara mjög illa með fólk á þessum tíma og við vitum að þessar búðir voru uppi og fólk var látið vinna sko fram að sér og til bana. Þú veist, það er algjörlega ljóst sko. Ég held kannski að spurningin sé sko á hvaða mælikvarða var gert og gagnvart hverjum, þú veist. Voru þetta, þú veist, bara 90% gyðingar sem að fóru þarna inn eða þú veist, var þessu beitt gegn stærri hópi fólks? Ég held að standi nú bara Wikipedia að það hefur alveg mun stærri hópur. Það eru rosalega margir sem urðu fyrir barðina á þessu. Ég er ekki að gera lítið úr því að þeir hafi farið mjög illa út úr þessu. En svo líka sér maður svona sögur eins og Anne Frank, sem stu sérstakt. Það er 9 ára stelpa sem að skrifa bara á við sko 30 Nóbelsverðlaunahöfund og það voru sálfræðingar þess tíma sem sögðu bara, það er engin möguleiki að einhver geti skrifa svona, þú veist, handverk og þú veist að þetta var alltaf endurskrifað sko og svo var nú eitthvað að skoða betur, hún dó, það er einhver rekord af því, hún hafði dáið úr typhoid fever á einhverju spítala og þannig að þú veist, svo var önnur bók sem Næturlestin. Það kom í ljós að hún var forgery. Það þýðir ekki það að hlutinir hafi ekki átt sér stað. En það þýðir samt það að menn sáu féþúfu þarna og ákveða að nýta sér hana. Og ég held það að þú veist að þegar þú hefur vorkun eða vorkun stórs hóps. Við sjáum þetta líka með Vókið. Að þú veist, það er verið að íkja hluti og það er verið að skilurðu, það, hvað þarna CNN hostin sem að þóttist það hafi verið barinn í klessu út eða hann var svartur hommi eða eitthvað. Ég var að heyra bara áðan af sómölskum innflytjanda í Noregi sem að fer á lögreglustöð eitthvað tímann, fyrir ekki svo löngu. Þetta er félagi minn sem bjó í Noregi fer á tilkynnir hatursglæp, það voru ráðist á hann einhverjir nínasistar eða eitthvað. Kemur svo, og þetta var stórt mál í Noregi og kemur svo í ljós að hann datt á einhvers konar rafskútu eða eitthvað á andlitið. Það hefist ekki ná, það var að safna fyrir hann fullt af pening og eitthvað. Þetta eru bara, það er svo mörg dæmum þetta, sérstaklega á Bandaríkjunum, þar sem að menn voru að tala já, voru öfga þessir að öfga hinni sem voru að ráðast Jussie Smollett. Þetta er bara sett essent bara pæli, þetta er bara sómalska siðferði, skilur, þetta er bara sómali að sækja bókan. Sómölum leiðist ekki að svíkja út fé, ég held að séu allir sammála það. En svo hættum að rasismæna. Ég ætla ekki að leiða ykkur að sleppa svona frá þessu gyðingadæmi sko. Málið er að það er líka áhugavert að þú ert með sko, þú ert með náttúrulega gettó sem voru bara búin til, þú voru bara afmörkuð og þú veist, það var farið illa með þetta fólk, þú veist, þetta var merkt og svo framvegis.
En það eru rosalegar hörmungar á þessum tíma. Við erum að sjá til dæmis sko Holodomor í Úkraínu af völdum kommunismans í Sovétríkjunum sem að, þú veist, það var óhugnarlegt að sjá hversu margir dóu þarna og voru sveltir, þú veist, út af svona hugmyndafræði. Og þar var, þú veist, alltaf 20 milljónir. Ekkert alltaf, 40, það bara, 40. allavega 20 milljónir, þú veist, það fer eftir hver reiknar þetta út og svona, þú veist, það öllu gangur á því. Og svo eru náttúrulega, þú veist, pólitískar hreinsanir, þú veist, og það er alls konar sagnfræðingar búin að mynda þetta, en við erum að tala sko að hunguneyðin var það mikil að fólk var að sjóða börnin sín í pækil og salta það og geyma það í tunnu og þá er að velja á milli hvaða, þú veist, yfirleitt voru elstu börnin drepina því að hinn þurfti minni mat, sko. Og þetta er bara svona eitthvað sem var actually gert og líkin, það þurfti sérst vopna verði í kirkjugörunum. Þú veist, við erum að tala um að fólk var að grafa upp lík til þess að éta þau. Ég held að fólk í dag hafi engan skilning á hversu óhugnarlega langt var gengið á þessum tíma, hversu ótrúlega ógeðfelldar aðfarirnar voru að siðferði og bara svona öllu sem að gott þykir á þess tíma. Júti og bolsjevikar sem að, þetta voru gyðingar, sem að... Svo er það eitt. Það er náttúrulega... Gerðu þetta. En ég er einhvern veginn ekki alltaf tilbúin að segja... Það fyrir ekki? Já, bara þú veist, ok, þú ert með einhvern semikynþátt eða trúabröð eða eitthvað svoleiðis og getur vel verið að menn séu á einhverjum uppruna eitthvað svona, en ég er einhvern veginn ekki tilbúin að heimfara það á alla. En punkturinn er sko að við erum með alla þessa umræðu helföruna og umhyggja gyðingana og allt það og blá, ok, bara já, helförun, þetta er, ég segi stundum, þetta var mannlegur harmleikur, helförun, og ég sé kannski einn það hér, að punkturinn er að strax sem maður bendir á það að við erum alltaf að tala um helföruna og þetta snýst hvað þjóðverðar voru vondir og gyðingar mikil fórnarlömb og við erum að skammast okkar fyrir að vera hvít og af því að við erum hvítir svo þjóðverðarnir sem að gera þetta en strax sem ég bendi á það en ok, í Úkraínu þá var þetta Holodomor þetta voru að miklu meiri hluta til bolsjevikar sem voru gyðingar, þetta voru júti og bolsjevikar sem voru að keyra þetta áfram, sem voru yfir þessu, sem stýrðu þessum hamförum, sem stýrðu hungursneið, það sem að 20 milljónar letust, þá með vondikallin fyrir að benda á það, skilur við. Það er ágreinilega ekki, það má bara benda að það kemur að helförinni, þá á þetta að vera einhvern veginn sameiginleg synd hvítamannsins. Sameiginleg synd hvítamannsins og hvítra, það getur gert á seka, en ef þú myndir benda á annan hóp einstaklinga og í þessu tilfelli gyðinga, þá má það ekki. Og ég er ekkert að segja við að... Þú ert ekki að segja sér betri að verri, þú bara benda á, þú veist, má þetta ekki þá bara jafngangi yfir alltaf. Ósamræmið. En svo er líka bara áhugavert, sko, með gyðingana. Þetta er ótrúlega successful hópur. Já, mjög. Og þú veist, og þeir eiga 25% af öllu Nóbelsverðlaunum, samt eru þeir sko bara, ég veit ekki hvort þeir náðu 22 milljóna sko á heimsvísu sko. Ég held að séu hvað kring 10. Ég held að séu 11 í Ísrael og svo tæpilega 10 allan heim. Þetta er held í kringu 20. Já, ok, en þú veist, ég meina pældu í því. Þú veist, ég meina bara Evrópa 750 milljónir eitthvað svipa með Norður Ameríku sko, þú veist, og hérna, þetta er bara tiny fraction. Veist, þannig að 25% af Nóbelsverðlaunum er náttúrulega bara er ótrúlegt og líka hvað þeir eru algengir eins og bara í Hollywood og í alls konar handritaskrifum, fréttamennsku, þeir eru út allt, þeir eru bara, við höfum alveg séð það að fólk verður oft hata fyrir þann árangur sem það næri líka sko. Algjörlega, og þeir náttúrulega... Það er það sem að ég myndi vilja segja þetta í rauninni það eina, er að ég myndi setja risa spurningamerki okkur er kennt svona mikið helförina en við okkur er ekkert kennt það sem gerist í réttum í kringu fyrri heimsstyrjöldina í Rússlandi eða Sovétríkjunum, það sem að er Rússlandi, það sem að hæstu áætluðu tölur á kerfisbundinni útrýmingu á kristnum eru 2/3 af hæstu áætluðu tölum helfararinnar. Það var kerfisbundin slátrun á kristnumönnum, það sem að kirkjur voru eyðilegar, prestar drepnir og brenndir. Kristnum bara slátra það sem þeir neituðu að láta trúnni. Þetta er bara hvergi kennt. Það er ótrúlega. Nei, þetta voru klárlega helfarir gegn kristnum mönnum á þessu tímum. Bæði á Spáni, þú veist, þar voru heilu sko klaustrin og kirkjurnar. Bara menn voru bara teknir út í lotum og drepnir sko. Og
það nú frægur rithöfundur George Orwell sem að tók þátt í spænska borgarastríðinu og þar sá hann svona einhvern veginn hvernig það var sama lykt að allri alræðisyrkju, alveg sama hvað hún hét sko, eða hvaða merki fasismin bar sko, hvort það hét kommunismi eða fasismi eða hvað annað. Og hérna gerði síðan 1984 Animal Farm og frábæra bækur. Sko, sko, ég held að fyrstu lögin sem voru sett af bolsívikunum væri að það mætti ekki gagnrýna ákveðin trúarhóp. Ég geti giska hver hann var. En á sama tíma voru sko kirkjuna menn teknir og voru teknir niður. En það er líka ástæða fyrir þessu. Kommunismi hefur alltaf gengið út á það að þú veist að religion is the opioid of the masses. Og hérna, en á sama tíma að ef þú horfir á, ef við horfum á þjóðfélagið, hver er kjarnaeining þjóðfélagsins? Ef þú vaknar upp á morgnana, ef þú ferð í vinnuna, af hverju ferð í vinnuna, af hverju gerur hlutin sem þú gerir? Flestir sem gera það, þeir langar ekki sérstaklega til að gera það, þeir verða að gera það og flestir gera fyrir fjölskyldur sína, börnin sín og hérna, þannig að það er byrjað svolítið að vinda ofan þessu, það er allir að fá sömu launin, það eru kommunismi, þú veist að vera að fá jafna út einhvern veginn allar útkomur og í gegnum það þá þarf að taka einhvern veginn siðferðislega elementið úr þessu. Þú veist, það þarf jafnt að ganga yfir alla. Þeir á að þykja bara alveg jafnt vænt mannin sko, sem er í öðru landi sem er, þú veist, eins og barnið þitt og svo framvegis. Við sjáum þetta svolítið líka hjá Vókurunum þegar þú veist, öll börn eru eins og maður bara svona, já, þú myndir alveg pottið fórna þínu barni alveg eins og einhverju börni frá Sómalíu. Það, þú myndir alveg pottið gera það. Þú veist, það segir þetta ekkit foreldri. Þú veist, þú hefur alltaf, þú veist, sterkari tengingar úr börnin þín, sko. Og þú veist, þess vegna það er kennt sko ákveðin forgangsröðun og kærleikanum í rauninni í biblíunni og við þekkjum þetta öll skilur þetta eru þínir nánustu og síðan þú veist hún er líka bara innrituð í okkur. Hún er það, þú veist, þetta er bara lögmál, þú veist, þetta er bara augljóst. Ég er með, mér langar að lesa eiginlega upp þessu tengt, það er texti sem ég var að lesa þetta, ég var að lesa Nietzsche, Hundred Góðsóils í morgun nákvæmlega þetta. Og þetta er orðspót 268, hann spyr hérna, hvað er lágkúran þegar allt kemur til alls? Orðin eru hljóðtákn fyrir hugtök eru aftur á móti misskýr myndræn tákn fyrir síendurteiknar og samtengdar skynjanir, samsafn skynjana. Menn skilja ekki hver annan af því að einu þeir noti sömu orðin, menn verði líka að nota sömu orðin fyrir samskonar innri reynslu og þegar öllur á botnum hvort verður þessi reynsla að vera sameiginleg. Þess vegna skilja menn af sama þjóðerni hver annan betur en þeir sem eru af ólíkum þjóðum, jafnvel þóttu tali sama tungumálið, eða öllu heldur, þegar menn hafa lengi búið saman við svipu skilyrði, veðurfags, jarðvegs, hættu, þarfa og starfa, þá verður til hópur þar sem menn skilja hver annan, eða þjóð. Í hverri sál hefur sami fjöldi síendurtekinna reynslu fyrirbæra náð yfirhöndinni yfir þeim sem eru fátíðari og með hjálp þeirra fyrrnefndu skilja menn hver annan. Þetta er bara rétt. Þetta er svo rétt. Og það kemur sér önnur heimspekileg bók út um þetta í mann rétt sem að heitir Bláa bókin verið kölluð það og þetta er sér að þú veist ef ég mann rétt, hvaða skilningur er lagður bak við hugtak. Já. Þú veist, og hérna, ég hugsa að þetta sé rótin að frestur yfirlítum, en þess að fólk skilur orð ekki eða notar þau ekki með sama hætti. Og þetta er líka, sko, við getum, ef við trúum því að þetta sé satt, og þá erum við væntanlega að hafna þessari tabula rasa kenningu að við séum bara autt blað, að þá getum við ættleitt barn einhvers staðar frá Indonesíu, Sómalíu eða Japan eða eitthvað. Ok, tabula rasa. Tökum það bara, ef þú ert eitthvað aukt óskrifað blað og það er bara hægt að tabula rasa því að verða hvað sem er. Já. Hvað ætlum við þá að gera við erfðafræði? Hvað ætlar að gera við það? Hvað ætlar að gera við tökum bara hunda sem dæmi og ræktun á hundum. Hvernig væri hún möguleg ef að þeir væru bara allir óskrifað blað? Já. Þeir trúa því sko að erfðafræði eigum við mannin bara fyrir neðan háls. Já, einmitt. Bara fyrir neðan háls. Bara fyrir neðan háls, sko, já. En þetta er, ég var að lesa líka spænskur heimspekingur sem heitir Ortega, sem segir að þú ert þú og kringum stæðurnar sem þú ert í. Það er það sem þú ert, það er ekki kjarnin af því. Já, þú getur ekki aðskilið þetta og ok, hver ert þú? Þú ert frjóvgað egg úr móðurðinni og þú ert sæði úr pappaðinum, skilur. Og svo er það þannig hjá foreldrinum og alveg
hjá okkur Íslendingum þá það bara eitthvað sem gerist fram að landnámi þannig að ok, af hverju lesum við Íslandssögunar? Af hverju mikilvægt að við séum með eitthvað skonar og þá ég að tala bara Íslendingar við sem getum raunverulega rakið ættir okkar aftur í tíman ef við skoðum bara að ég og kringumstæðurnar sem ég í og ég sé afkvæmi foreldra minna og ég sé í rauninni ég foreldra míns þú ert foreldra þínir og þau eru foreldra sínir og þetta fer aftur allan annan tíma að við lesum þessar sögur og hérna komast að því hver forfeður okkar eru til þess að komast að því hver við erum til þess að komast að því í hvað samhengi við lifum við og það getur ekkert hver sem verið hlutangandi í þessu öllu saman, jafnvel þó að þú ætlir hann hingað og kallir hann Íslending og ég ekki að segja hans eitthvað verri, ég bara segja að hann getur ekki komist að því hver hann með því að lesa Íslandssögunar með því að skoða hvað Egill Skallagrímsson var að segja eða með því að lesa Snorra-Eddu. Skiljið hvað ég meina? Á einhver leiti, já. Ég er líka svolítið svoleiðis að þegar þú horfir á ákveðina svona hluti sem að myndast í samfélögum sem við segjum til dæmis bara Íslandi og Norðurlöndin og fleiri, þar sem þú ert búin að alast upp í samfélagi þar sem að það enginn sem að fær frípassað, annarkvort hlutirnir hafa bara verið þannig í gegnum tíðina þó að við séum að lifa í miklu vellistingu núna og ekkert langt síðan það byrjaði að það var bara þannig að allir lögðu hönd á plóg eða þá bara að samfélagið jafnvel sem heilgat liði fyrir það og þetta eitthvað sem að hlýtur að innprentast í fólk og samfélagsgerðina eftir því sem á líður að myndast rosalega mikið traust vegna þess að ef þú varst að brjóta stelandi frá mönnum, þetta voru rosalega alvarlegi glæpir sem eru bara til þess að þú varst gerður útlægur úr samfélaginu sem þýddi að þú varst að öllu líkindu bara dauður. Þetta er skömmin sem í okkur og við búum við þetta í dag þegar Ísland var einsleitt þjóðfélag og við vorum bara Íslendingar og þá gátum við einhvern veginn treyst á að þetta yrði svona ennþá en svo breytist það og við búumst við því að það sé einhvern veginn allir eins að tabula rasa sé rétt og að hver sem geti komið hingað og orðið Íslendingur og þannig að í rauninni að þetta geti verið eitthvað sem að menn tilengir sér bara við það að búa hérna og vera í kringum okkur bara með kennslu, við ætlum bara að sýna þeim með góðu fordæmi og þetta svona kjarnin í innflytjendastefnunni að við ætlum bara að sýna þeim með góðu fordæmi ef við áttum okkur ekki á því að hegðunin sem að við erum að sýna hún innprentuð í okkur inn í genamenginu okkar. Þetta er nefnilega svolítið áhugavert með vísindamenn í dag hafa kallað þetta erfður og umhverfi. Þú kallaðir þetta þú sjálfur og umhverfið áðan. Þannig að svona þeir ákveðs að kalla þetta erfður og umhverfi og og þetta samspil, þetta aldrei bara annar hlutin. En þetta var meira spurning um sjálfið, hvert sjálfið og hérna. Já, ég ætlaði bara aðeins að fabulur þetta því að ég þekki erfðafræði ágætlega og máli að það sem þú gerir í lifandi lífi, segjum til dæmis að þú myndir bara eyða öllum þínum dögum sem sjómaður á árabáti að róa út á sjó þá eru bakvöðarnir undir verulega álægi. Það eru hluti sem þú gerir. Það kviknar á ákveðnum genum og það er gert með, það eru svona metilleringar og svona sem að gera þetta á ég ætla ekki svona að fara í fræðilega fabuleringar históna og eitthvað svona en það sé að ímyndum okkur að það sé bara kveikt og slögt á genum og það hafi eitthvað svona erfðafræðilegt imprint. Þetta erfist og það sem að þú gerir í lifanda lífi getur erfst í barnanna þína. Þannig að þú meiri sé að hvernig þú hugsar getur haft áhrif á hvort það sé kveikt eða slögt á ákveðnum genum og til að mynda kvíði. Ef að þú hefði lent í bara slæmu PTSD að þá getur það erfst og það er áhugavert að þetta hefur verið skoðað til í svona dýramódelum að þetta getur erfst jafnvel margar kynslóðir og það getur verið erfitt að snúa þessu við. Þannig að það má þar að leiðandi segja til dæmis, mér langar nú endilega að blanda Merkelin í þetta að svona slæmar pólisíu sem að koma niður á til dæmis fólki sem að hefur verið, það voru
1000% aukning milli ára sumstaðar í hópnauðgunum eins og í Þýskalandi og fleira, að þetta ekkert bara að fara áhrif á þessar konur. Heldur allar komandi kynslóðu kannski í einhverja ætli. Og já, punkturinn með þessu líka, eða annar punktur, þessu tengt, er að þú verður faktist að þekkja forfeður þína til þess að þekkja sjálfa þig. Já, og söguna líka bara til þess að skilja samhengi. Sko. Algjörlega, og ef að svo þá er tabula rasa, þá er algjörlega hægt að taka það úr myndinni sem einhver kenningu til þess að taka alvarlega. Þú getur ekki bæði fæðist sem autt blað og að þetta sé rétt. Nei, ég held samt að það sé eitthvað svona milliskref. Ég held að sé hægt að kenna þér einhver ákveðin gildi. Algjörlega. En þú veist, en aldrei, já, akkurat. En til þess að komast að því raunverulega hver þú ert, þá verður að í rauninni þekkja forfeður þína og svona, þú veist, ef þú komast að því á eitthvað svona djúpstæðan máta, ef þú hefur eitthvað svona ángist innra með þér, hver ég, þá verður eiginlega að komast að því hver þú ert. Og mér fannst þú áhugavert að pæla í því. Það voru sjónvarpsþættir á Stöð 2 sem hétu Leitin á upprunanum og þetta er eðli málsins samkvæmt, fólk að finna forfeður sína, þetta er fólk sem er ættleitt og fleira. Alveg rétt. Framandi löndum og það er svona ákveðin tilvistarleg ángist sem að fólk glímir við sem er ættleitt og ég hugsa og ég var bara að fatta hvað þetta er nákvæmlega. Að þetta er ekki endilega bara löngunin að finna og komast að því hverju foreldræðinir eru, heldur að komast að því hver þú ert. Því þú verður, ef þú ætlar að komast að því hver þú ert, þá verður að komast að því hverju foreldræðinir eru og helst að komast að því hverjir forfeðurnir eru, lengra aftur í tíman. Og þetta er þetta dýrmætasta sem við eigum sem Íslendingar, það er þessi sagnamenning Íslendinga og Íslandssögurnar, að við getum farið langt aftur í tíman. Það er alltaf verið skrásett og við erum íslenska erðing og við erum með Íslendingabók og við getum komist að þessu og með því að þekkja söguna getum við kynnst okkur sjálfum betur. Við lesum Íslendingasögurnar til þess að kynnast okkur sjálfum betur, til þess að kynnast samhenginu sem við lifum í og minn maður Kierkegaard, hann talar um þessa mestu og algengustu ángist mannsins í lífinu sem er að þekki ekki sjálfan sig og ég held að þessi frjálslynda hugmyndafræði sem dóminerar allt, sem segir okkur að við séum bara óskrifað, við getum verið og orðið hvað sem er bara við fæðingu og kringumstæðurnar skipta engu máli, ég held að þetta sé bullshit og ég held að þetta búið til ángist þar sem að menn einhvern veginn fara á mis við það að líta aftur í tíman, skoða hverjir forfeður manna voru, skoða söguna til þess að komast að því hvert þú raunverulega ert bara í essensinu, bara aftur þú ert fráka ekkur móðinni. Pælum aðeins í bara eins og hindúisma, þú veist, þar ertu fæddur inn í stétt í rauninni og þeir trúa því að þú veist og svo getur þú verið reincarnated eða endurfæddur og ef þú stendur vel í þessu lífi og ert úslega jákvæður og hress og eitthvað að þá verður kannski komin ofar í næsta. Þannig að þú veist, það er alveg sama í hvað stöðu fólki það er alveg bara ógeðslega happy og þú veist og svona. Og þetta er svolítið áhugavert að því að þú fer að sjá það að verður náttúruval fyrir þessum hressleika og að vera jákvæður að því að þú veist, ef þú gerir þetta í 3-4.000 ár að þá náttúrulega verður náttúruval fyrir þessu alveg eins og það verður náttúruval í náttúrunni fyrir einhverjum ákjósanlegum eiginleikum og mér minnistætt að ég var staddur í Róminu í Vatíkaninu og það var stúlka með mér sem var að upprunna í kringum hindúismann og hann horfið svona á mér, þetta virtist vera maður svona Pakistani eða eitthvað svona og hann segir svona this is very smart, no quarrel ekki drifrildi við svona konur þannig að hann svona vildi meina það að þær rifust miklu minna heldur en aðrar konur og ég var svona, já ok og það var eitthvað svona sem að þeir merktu svona alveg tilfinnanlega ég er ekkit viss að það hafi verið rétt hjá honum en mér veist líka, ég bara meðan í mann það er önnur svona rökvilla sem ég heyri alltaf á lippurum þeir segja við þig, þú er kannski lent í þessu og þú nonni segja við þig, já, það er bara heppni að þú hafi fæðist á Íslandi, að þú sett Íslandingur, það er bara heppni að þú hafi fæðist í vesturinn heiminum. Þetta er náttúrulega eins rangt og það getur mögulega orðið. Ef þú ert ekki afkvæmi foreldræðina, þá ert þú ekki þú, þá ert þú eitthvað allt annað. Skilur, Helgi Bjarnason hefði einungis geta verið Íslendingur
því að ef þú væri ekki Íslendingur þá væru bara einhver allt annar maður en þú sem manneskjan þegar þú ert og Jón, þú getur aldrei verið neitt annað heldur maður frá líka bara seriöst rauða hvað þýðir þetta rugl? Já. Rauvarhöfn Raufarhöfn. hvað þýðir þetta rugl, skilurðu? Þú veist, já, þú ber bara heppin. Já. Já, ok, og þá vera með samvinskubit eða þú veist hvernig á ég að snú, já, þú einmitt, átt að vera með samvinskubit. já, af því að ég var svo heppin og ok, skilur, já. Ég hefði einungis geta verið íslenskur af því að foreldrar mínir eru bæði íslensk og ef þau væri ekki foreldrar mínir þá væri ég bara ekki til. Já. Ég ætla reyndar að viðurkenna það að ég væri hrikalega til í að hitta Helga Bjarnason frá Indlandi. Já, ég alveg vissum að sé það einhvers staðar, sko. Djöfull ég til að hitta indverska Helga maður, það væri eitthvað. Já. Ef ég væri hæfileikaríkar, Já, þá myndi ég taka Indverjan, svona svo Labbit og Grínverjan hérna mári. Já. Thank you, come again. It'll be a very good day, sir. En já, ok, ég ætla ekki að hafa með fíbli hérna með að vera með einhverja eftirhermur. En ég ætla að ráðast aðeins á fleiri kommentina. Tíminn spænist áfram hjá okkur. Og þá kemur Helgi Bjarnason, 74-74, það þarf ekki annað en að horfa á Michael Jackson sem bæði var hvítasti maður í heimi eftir því sem hann var hvítærið heimun meira mótlæti og vesinni lendan í. Og svo segir Bjarki, hvað finnst Jóni Þormar 3 milljón nýju nágranna, stiga þeir frekar Argentínu eða? Ég hef sagt mitt álitaðum áður, það að sjást fleiri og fleiri þeldökkir á hörund rótandi í russlatgámum og öðru og fyrir stuttu síðan tók eitt sér til að tilhefslausu og drap einn í Torrevieja sem er hálftíma fjalla frá mér. Þannig að það allir ógeðslega ánægðir með þessa þróun. Það alltaf gaman að fá aðila sem eru bara hálfgerðir villimenn og ég er að meina þetta bara, þú veist, þeir eru aldir upp sem hálfgerðir villimenn, aldir upp með enga virðingu fyrir lífinu og bara sjálfsbjargaðileitnir, eru ekki vanur að taka þátt í neinni svona siðmenningu, það er engi social skills, þú veist, þetta er bara, þú veist, hvort þeir verða alltaf villimennið ekki, þá eru þeir að bara, þú veist, að upplægi, sem sagt, að uppruna hegðun og menningu, þá er þetta bara eiginlega bara það sem við myndum bara kalla villimenn. Þetta er svo gott verkefni líka bara fyrir spænskt samfélag, þú veist, þó að það væri, ég trúi því að það sé ekki hægt að ala það upp, og það sé ekki einhvern veginn að bara kenna þeim eitthvað. Það var ekkert lært að mála. En þó það væri hægt, hversu ömulegt verkefni. Bara eitthvað, heyrðu, hvað er að gera? Þú getur farið og byggt, þú veist, reynda, þú veist, farið í einhverja framþróun, bara, þú veist, gert eitthvað, í stæðan fyrir að gera þetta eitthvað svona hæli fyrir þriðja heiminn þar sem að ég er náttúrulega bara algjörlega gali, fullorðnir menn og gummibátum að koma þarna yfir, sko, sundið. Þú veist, þetta er ekki eins og stríðsjá svæðið eða neitt, sko, og hvað er málið með hennar Nacho Sanchez, hvað heitir þessi forsætisráðherra? Dirty Sanchez, maður, Pedro, helvítis gerpið, maður. Sko, segðu okkur aðeins frá því, er þetta ekki bara óvinsalasti forsætisráðherra Spána fyrir og síðar? Ég meina, þú veist, og svo sér maður menn vera hampbónum. Svona að vera að gera eitthvað gott, böndur ekki með þessu. Þú sérð alltaf íslensku lippan að vera hampbónum. Það sem þú sérð hins vegar hér er að þeirra risastórum viðburðum, þú getur séð myndir af þessu á netinu, bara hvort sem það eru samkomur eða risa íþróttaviðburðir, þá eru menn kyrjandi þúsundir, tugþúsundir, ef ekki 100.000 manna saman. Pedro Sanchez, hijo de puta, bara son of a bitch, skilurðu, bara hórusonur, þetta er bara það sem þeir eru að kalla. Þeir eru að hljóta verstu kosningu aftur og aftur í hverju héraðan á fætur öðru í sveitarstjórnarkosningum, þessi flokkur, og það sem er að gerast er að þeir hafa meira sagt, þeir eru bara flytjum kjósendur til að stoppa öfgahægrið og flytja þeir inn aðila sem eru, veist, það sem ef þú myndir sjá fyrir stereotypískan öfgahægrimann, þá ertu að flytja inn aðila sem eru 20 sinnum verri í framkomu og 3 sinnum heimskari. Veist, hvaða rugl er í gangi? Ég heldur sér bara að flytja þarna inn fólk, sko, sem að geti ekki fyllt út kjörseðil, sko. Þú veist, það er bara bókstaflega staðan á þessu máli, sko. Veist, þetta er náttúrulega bara sorglegt og manni finnst skrítið líka bara svona eins og með Evrópusambandið að þú veist, þetta eru ytri landamærin og það búið að vera svo mikið umræðunni að passa ytri landamærin, sko, að því að þú veist að það er ekki innri landamæri, en það verður orðið til þess að því að þessi ytri landamæri eru einmitt ekkert pössuð út af Schengen og svo leiðis,
að þá eru fullt af löndum farin að taka upp landamæra eftirlit, þá átti einmitt að afnema það, en þessu batteri bara svo rosalega illa stjórnað og þetta eru svona hugmyndafræðingar eins og Pedro Sánchez sem að alltaf hleypa bara inn sko, jafnveg milljónum, þú veist, hann kannski komin upp í 500.000 eða yfir milljón og ég meina, þú veist, ef það kemur 5 milljónir á morgun, hann myndi bara kvitt upp á þá líka ef hann gæti það, sko. Þannig að það er engin stoppari. Þú veist, maður hefði haldið að ef það væri eitthvað vit í þessu Evrópubákni, að þeir myndu segja, heyrðu, nei, stopp. Þú ert akkurat að kalla þetta. Þetta er bara... Það átt að vera 500.000, Helgi. Já, þú ert einfallega að kalla þetta algjörlega réttu nafni því að þetta átt að vera 500.000, svo er þetta komið upp í 900.000 og þeir ætla bara að halda áfram þeirra að meta þetta getur alltaf 3 milljónir, það kemur þessi tala sem hann Bjarki er að minna. Þeir eru líka að reyna að rýmka sko heimildir fyrir fjölskyldusameiningar og annað að þú veist, þú ert ekkit út, þú sett með criminal record, það er ekkit stress lengur og svona, þú veist, maður er bara svo, Já, ef við metum það þannig, þú sett ekki droslega hættulegur en þá við vitum alveg hvernig svona dót hefur verið misnotað í gegnum tíðina, ef það er hægt að líta fram hjá hlutum þá er það gert. Stefán Einar kom nú ágætlega inn á það hérna í síðasta þætti og þetta er bara áhyggjuefni, það er alls konar undanþágur og svona sem að til að mynda miðflokkurinn setti fram að þyrfti að taka úr höndunum á þessu fólki. Þú veist, þetta er bara allt og svona rúmar heimildir til þess að gera það, sko. Þetta gengur ekkit upp svona lengur, sko. Spánverjar er ekkert að láta bjóða sér þetta heldur, þeir eru ekki eins og Íslendingarnir, sko. Hér er þetta svolítið svoleiðis að, þú veist, menn það er ekkert langt síðan það gerðist að í Alicante borg stutt frá mér, að þá var einn sem að leitaði á 14 ára stelpu og það bara leið á að benda á húsi sem hann var í, þá var bara múur mættur þarna fyrir utan og þeir voru búin að rífa niður hurðina og komnir upp á svalir og annað. Já, ég sá myndband þegar lögreglan kom að bjarga þeim. Þeir láta ekkert bjóða sér svona, sko. Þeir eru grjótharðir, sko. Já, hann mér fannst það áhugavert að ég er búin að lesa eftir Karl Schmitt og hann talar einmitt nákvæmlega þetta og hann tengir þetta inn á þetta universal morality sem frjálslyndi menn trú á, en gengur náttúrulega engan veginn upp. Og hann segir að frjálslynt hugsanakerfi byggist á einstaklingnum sem grunneiningu á því að allir árekstrar séu í grunninn leysanlegir. Með 3 aðferðum, það er annarkvæmt með rökræðu, þingræði, samningi, markaðslegri, eða dómi, eða lög. Og í öllum 3 tilfellum er gert ráð fyrir sameiginlegum viðmiðunar ramma sem báðir aðilar geti vísa til skynsemi, hagsmuni og réttur. En hann segir að því pólitíska, það byrjar þegar það er ekki þessi sameiginlegi rammi til. Þetta var bara það sem ég var að vísa til í byrjunin með grunngildum. Já, og þarna byrjar hann að gera þessa skilgreiningu þess að vinur og óvinur. En frjálslyndi maðurinn, hann er ófær að gera þessa skilgreiningu af því hann trúi bara á tabula rasa og fólk er fólk og þá, þú veist, þetta meikar sens. Bara þangað til að í praxís þú færð allt í hennu fullt af einhverju liði frá 3. heiminum inn í landið og bara, við beitum þessu bara í sama og við höfum verið að gera sem hefur virkað vel. Viltu bara borða kótilettur? Já, þetta hefur bara virkað vel og við gerum bara það sama og eins bara með dómskerfið og fangelsiskerfið og eitthvað. Dómskerfið á Íslandi er ekki gert fyrir þetta fólk sem við erum að flytja þarna inn. Það hefur bara ekki sömu viðmiðunar Nei, en það eru líka bara komnir alls svona sjarið eftir og svona í Bretland, skilur þú veist, eins og J.D. Vance var fórst í Bandaríkjanna sagði þegar Englendingar voru að mæta Argentínumönnum og þau sögðu að sagt, England var í síðasta Múhameðs trúaríkið sem var inn í múslimaríkið sem var inn í heimsmeistaramótinu. Mér veist það svona pínu fyndið, en já, halda áfram. Og klárað, þetta er gott, sko. Hann segir að þar sem 2 hópar standa frammi fyrir tilvistalegum ágreiningi hvernig lífið eiga skipuleggjast og engin hlutlaus dómari er til sem getur skorið úr. Óvinurinn ekki sá sem þú deili við innan kerfis, heldur sá sem ógnar kerfinniðinu sjálfur lífsmyndinniðinni. Og þetta er það sem við erum að díla við. Þetta er rosalega satt sem það er að segja vegna þess að sko þetta er rosalega Spánn hefur almennt verið og sérstaklega þess að ég bý á hefur verið í gegnum tíðina rosalega svona high trust samfélag. Þú veist, börnin að vera að labba ein út á leikvelli og annað og það hefur bara þótt í góðu lagi. Þetta er horfið á flestum núna. Ég vil ekki, hvað á ég að gera ef að allt í einu er ekki nógu mikið af fólki á ferðinni og 12 ára dóttir mín sem bara fyrir 2 árum, þetta er búið að aukast það mikið, fekk að fara bara ein á leikvöllin, þá var hann bara 10 ára.
fekk að labba út á leikvöll og vera þar vegna þess að ég vissi að var óhætt. Hvað á ég að gera ef að hún mætir þarna manni, sveðju sveiflandi villimanni þarna sem að trúir því að hann megi taka og nauðgani að því hann getur það. Því það er menningi sem hann þekkir. Hann getur þetta, þess vegna má hann þetta og þess vegna er ekkert randið. Það er líka ekki bara það. Það er líka það að sko hún er vestræn kona og þú veist, múslimsk kona á bara vera með einum manni. Þú veist, ef þú ert með fleiri en einum manni þá ertu bara, nema hann sé dáinn og einhver annar taki kona að sér, þá er hún bara hóra. Það er ekki flóknara. Og hérna þá er svona hefð fyrir því að þú mátar svona nokkra áður en að þú velur hinn eina rétta og jafnvel þá að þá getur þú skipt alveg endalaust. Þeir sjá þetta bara sem hórdóm. Þú veist, ég er ekki að segja við gerum það. Þú veist, það fer eftir kannski í hvaða mæli, við erum með önnur svona viðmiðunargildi. En þú veist, það er að leiðandi ef þú ert hóra, má bara hver sem er í það, sko. Þú veist, bara þú hefur ekkert með að segja og oft er þetta bara skilið eða þú veist, þau eru óæðri. Og þetta er það sem að kemur fram til það með þessi greiningum á þessum pakistönsku nauðgunagengjum sem að bara gjössanlega bara rústuðu Bretlandi. Þú veist, það bara við langt yfir 100.000 ungum stelpum sem að var bara nauðga og bara seldar. Þetta er gjössanlega galið dæmi og það lýsir þessu fólki svo ótrúlega vel að þagga þetta niður á sama tíma og þeir geta gargað yfir já, reyndi að kaupa drikkandi með kaffi bara þegar ég sagði nei og eitthvað en þegar 200 og eitthvað þúsund börnum eitthvað sín nauðga í Bretlandi að þá svona, þú veist, það voru Pakistanar öðrum uppruna, það er ekki allir lagi en þeir gera þetta þess að þeir sjá þær sem óæðri og ekki bara það þetta var, sko, það voru heilu fjölskyldunar að fara saman að misnota krakka og öll fjölskyldan vissi þetta, konurna vissi þetta, þetta var samþykkt. Þetta bara, já, þetta eru náttúrulega bara hvítar hórur, skilurðu. Og mér er svo skrítið að fólk einhvern veginn geti litið á sig sem gott og verið að verja þetta. Ekkert að þessu fólki hefur kynnt sér þetta, ekkert að þessu fólki veit nákvæmlega hvað máli snerist, en það er alltaf til í að reyna að verja þetta. Og maður bara, hvernig geturðu varið þetta og þó störa góð manneski á sama tíma? Þú veist, það er bara eitthvað brotið í þér. Sko. Ef þú sem frjálsyndur maður viðurkennir að þetta sé vandamál og að það sé þessi vinur-óvinur skilgreining til í heiminum, að þá er hann alltaf að grafa undan eigin pólitísku hugmyndur. Þá verður hann að yfirgefa. Þetta er það sem þetta er grunnurinn að þessari hugmyndafræði, að þessum universalisma, að fólk sé bara fólk, að tabula rasa sé raunveruleiki. Ef þeir viðurkenna að þú hefur rétt fyrir þér, þá verða þeir í rauninni að viðurkenna ósigur. Þeir eru bara eins og japansku hermenn. Ég held líka að þetta bara sé bara flóknara en þetta tabula rasa. Ég held að peningar hafi mikið með þetta að gera. Ég held að til að mynda að stóreigundur fjármagns hafi grætt gríðarlega á því 100%. Að fá rosalega mikið af fólki í þetta einu vegna þess að fasteignaverð fóru upp og hver er lána fyrir því og hver er eiga flesta fasteignir. Þú veist, þannig virkar þetta bara. Já. Og sama mun gerast ef þú mynd fá gríðarlega lága vexti að húsnæðisverð bara hækka í verði. Það gerði það síðast þegar við fengum lága vexti. Þú veist, kaupmáttur eykst í formin lána og þegar allir geta keypt dýrar í íbúð og þá fara allir að kaupa dýrar í íbúð þá kemur bara verðbóla nema að þú sért með meira framboð á fasteignum og það hefur ekkert verið að gerast. Það er náttúrulega búin að setja djúpfrost á fasteignamarkaðinn. En svo langar mann að koma aðeins inn á hvað svona furðulegir hópar íhaldsmanna og kannski þeir sem áttu að heita fjárstyndir á sínum tíma, eins og við sjáum Sjálfstæðisflokkinn í samstarfi við Vinstri græna, að þeir brenndu svolítið svakalega á þessu. Við sáum að Þórdísi Kolbrúnu, þú veist, talaði það að hún vildi fá alls konar fólkingað og vildi ekki bara borða kótilettur og eitthvað svona og eins og þú nefndir hérna í ágætis randi, bara takk fyrir þetta, þú veist að það er búið að stinga fólk með skrúðjárn í hálsinn og svo framvegis og við erum bara, þú veist, að vera að skera alla inn í strætó og vera að henda hellusteinum í gamlar konur í mjóttinni og eitthvað svona og ræðist ekki neitt og maður bara svona, já, ok, þetta var aldrei frábært plan. Áslaug Arna, hún ber nú líklega einhverja mestu skömmina af þessu, af öllum leigubílalögin líka og svona ég fagna því vissulega, þú veist við sáum Guðlaug Þór, hann kemur hérna og hann er greinlega búin að taka sönsum að einhverju marki
og mann þótti svona pínu vænt það að það var verið að viðurkenna vandamálin og verið að viðurkenna að það þyrfti að gera eitthvað í þessu. Ég held að það sé bara stemmingsmaður. Þú veist, kannski er hann búin að átta sig. Þetta var allavega partur af einhverju ákveðni stemningu sem var á sínum tíma, skilurðu, þú veist. Og svo sjáum við einmitt þennan utanríkisráðherra sem að drullaði yfir Rússa, sem að drullar yfir Trump, sem að þú veist bara, það er verið að stórskaða stjórnmáluleg tengsl Íslendinga víða. Þetta byrjar hjá henni og þú veist eitthvað rosa, ég bara ég skildi þetta aldrei, hvernig þetta einhvern veginn, bara hvernig þetta meikaði sens og þetta átti að vera einhver íhaldskona. Svo er hún komin núna með podcast með Degi B. Eggertsinni. Konginum. Já, þú veist, hann er bara Lord Voldemort, skilurðu, vókistana og Evrópusambands og maður er bara svona, hvernig var hún eiginlega keypt? Gekk hún var bara sagt, þú bara sendi herra staði London, kallið minn. Já, þú bara svíkur lit og þú far bara að vera erindir ekki batnað þarna einhvers staðar í Úkraínu og eitthvað svona, gefur einhvern titil og eitthvað, svo kemur tilbaka, svíkur lit, byrja með podcast með DB Eggers og hvað endar þú svo? Jú, það sendi á stöðu, þú veist. Ég meina, sko... Þetta er svo þægilegt. Tala íhaldið, þú veist. Sko, íhaldið er bara stjórnmálastefna sem að hefur í rauninni bara eitt markmið og það er í rauninni að vera viðbragð við frjálslyndi og eins og við skoðum að í dag og það er ekki einu sinni, þeir leyfa sér ekki einu sinni að dreyma það að vinna eitthvað svona sigra. Eina markmið íhaldsins er bara að hægja á sigri frjálslyndra manna sem þeir verðast halda að sé óhjákvæmilegur. Þannig að, þú veist, ég held að þetta er svo veik pólitísk afstæða til þess að taka og þannig að, ég veit ekki, mér finnst þetta bara lýsandi náttúrulega sjálfstæðisflokkin og þetta íhaldsstemmingu sem er í gangi þar. Mér var Jordan Peterson koma með góða punkta. Já, Jón, fyrir ekki, takk þú þetta. Nei, ég ætla að segja ég er búin að vera íhuga svolítið svona undanfærið aðeins að svona velta svolítið fyrir mér og það er það að sko, þú veist, ok, við höfum allir álitað öllu, hvort það er pólitík, þú veist, innflytjastefna, stríð, allt bara, þú veist, global warming og allt svona, en við erum að horfa á allt og marga sem að ætla að breyta heiminum. Þú veist, þeir ætla að breyta bara heiminum, þeir ætla að byrja á því og þú veist, ég er búin að vera að hugsa þetta svolítið akkur, þú veist, ég til dæmis persónulega búin að upplifa svo mikla lífsfyllingu seinustu ár og þú veist, horfum bara á þetta er svona, þú veist, ímynda bara sonurinn kemur og spyr hvort þú vilji fara í fótbolta og þú ert upptekinn, en þú ert að rífast málefni út í heimi, Ísrael, Palestínu eða einhver stríð og þú veist, ok, ég hef gert eitthvað líkindu við þetta, en það þarf ekki að vera endilega það, en við erum að hafa áhyggjur af einhverju, þú veist, hinum megin á hnettinum, en við okkar stærstu vandamál, þú veist, þetta er ekki það að okkur sé ekki sama allt saman. Við erum að forgangsraða áhyggjum okkar algjörlega vitlaust. Við erum byrjað að forgangsraða það, við erum að hugsa meira hagsmuni aðila út í heimi, hvort sem það við erum sem foreldri eða við erum að horfa á ríkisstjórnum okkar, heldur en hagsmuni og velferð þeirra sem okkur er treyst fyrir. Þú veist, okkar ábyrgð er með, þú veist, kemur frá okkur, svo fjölskyldun okkar og svo bara, þú veist, þenst það út. En það sem að fólk er búið að vera að gera og sérstaklega þeir sem eru búin að vera í þeirri stemmingu og þeir ætla bara að breyta heiminum, þeir byrja og ætla svo að vinna sig einhvern veginn inn á við. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir að við erum að horfa á svona marga bara týnda í dag. Ég held bara líka í alvöru. Þetta eru svona trendy subject, ég veit hvað orðið að tala og líka bara að reyna að vera að ráðast á hluti sem þau get ekki breytt. Byrjaðu á því sem þú getur breytt, byrjaðu á sjálfu þér og reynda að vinna síðan út frá því, svo fjölskyldan, samfélagi og eitthvað svona, það er lógist sko, ekki þú veist, ekki vera atvinnulaus aumingi á Íslandi sem að greiðir ekkert til samfélagsins og gerir ekkert annað en er þetta garga við því að það þurfa að gera alltaf á Gaza, skilurðu, hættu svo rugli og bara þegiðu, þú veist, reynda að gera sjálfa þig einhverju gagni og þetta er svona sama með sko, þú með kannski einhverja 18 ára menntaskólastelpu sem kallar eftir byltingu og segir free the nipple og þú er bara svona, þú veist, þegiðu. Þú veist bílpróf síðast ári, þú veist ekkert lífið, ekki vera að kalla eftir einhverjum byltingum, þú veist ekkert. Það alvarlegasta í þessu finnst mér líka þegar við erum að horfa á eins og núna, þegar við erum að horfa að þarna geta nefnilega 2 hagsmuna árekstrar átt sér stað.
hagsmunir heimamanna sem til þess að fá að þú veist, vera ekki nauðga drepnir eða kynferðislega áreittir til að geta farið út á kvöldin eins og ekki lengur raunin í nokkrum Evrópuborgum fyrir konur versus hagsmunir þeirra sem eiga að fá að koma. Fyrir mér snýst þetta bara í hvort setur á hærra og þetta aldrei spurningamerki fyrir mér. Við setjum hagsmunir heimamanna alltaf hærra, miklu hærra. Alltaf, og svo þér líka bara ber lagalega skylda til þess og siðferðislega. Svo sérðu síðan þessa svo, þetta lið sko. Tökum öfgafeministana sem að einhvern veginn fer alltaf í sæng með þessu liði sem að flytja hérna inn og þú veist, var að masspopular í Evrópu. Hverjir skyldu vera að nauðga? Hverjir skyldu vera að drepa? Hverjir skyldu vera að stela? Jú, það alveg líka heimamenn, en hlutfallslega margfalt minna. Og þá fer maður svona að hugsa, já, það þess að partur af kvenréttindum núna að auka nauðganir og ofbeldi gegn konum. Meirihluti kvenna sér í gegnum þetta, það er farið að átta sig á þessu og það er farið að löngu byrjað að snúast gegn þeim, en eins og bæði þú og Sverrir hefur komið inn á að það eru ákveðni fjölmiðlar sem að fengu sterka stöðu í þessari svona fjölmiðla öldu vókismans sem að hafa einhvern veginn ná ennþá að láta líta út fyrir að hinn almenna skoðun sé svona svipuðum sem var í Me Too. Hún það ekki. Hún algjörlega búin að snúast á hvolf sko. Og svo líka, það rosalega áhugavert, þessi ríkjandi pólitíska hugmyndafræði sem þú ert að tala að það er búið að setja hana upp, það er búið að leggja hana upp í allri umræðu á öllum fjölmiðlum, allstaðar upp, sem hún ekki pólitísk, þetta ekki pólitískt. Við erum að taka afstöðu með mannréttindum, við erum að taka afstöðu með samúð, við erum að sýna manngesku, við erum að taka afstöðu með mannkyni. Og þetta hljómar allt voðalega vel. En þegar að pólitíska hugmyndafræðin, þegar þú leggur hana svona fram, og jafnvel þegar þú gerir það á ríkisfjölmiðlunum, og þegar þú gera inn á allir ríkisstofnum og í öllum skólum, hvað ertu þá að segja þá sem að hafna henni, sem segja, heyrðu, nei, ég hef athugasemdir við þá átt sem við erum að fara í sem samfélag. Ef að áttin sem við erum að fara í bara mannúð, bara við erum að taka afstöðu með mannkynni, þá hljóta þeir sem á móti þessu að vera að taka afstöðu gegn mannréttindum, gegn mannkynni. Þetta réttlætir algjöran fjandskap gegn öllum sem að setja spurningamerki við þessa hugmyndafræði. Þú þarft ekki einu sinni að afnetinni. Þú þarf bara að setja spurningamerki við henni og þá það orðið að bakslægi og þá þú farin að berjast gegn mannkyni, gegn mannréttindum og þá er búið að gefa í rauninni skotlefi á þig og þetta það sem við lifum við í dag. 100% og bara það sem að ég slefti orðinu á þann og þú kemur þetta að þá sjáum við, hverjir að berjast fyrir raunverulegum mannréttindum fólks hérna heima fyrir? Það við. 100%. Það við, það bara, það bara, þú veist, það 100%. Hverjir að berjast gegn þeim? Það augljóst, það fólki sem að flytja inn vesinni glæpina og basically að flytja út skattpenningana þína, að hækka skattana þína, allt í einu eiga skattborgarar að vera borga undir alls konar fólk sem að það bara einhvern veginn aldrei ábyrgð á. Þegar við verðum orðin hérna í minnihluta á Íslandi, komin undir náð einhverja þjóðflokka frá Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, byrjuði þá að fokkin tala mannréttindi þá? Já, þá verðum við að flytja í massa til Afríku segi og þar verður okkur vel tekið og þar fáum við frí hús og ýmislegt. Ég sé að Jón ætla að koma ykkur að hérna hjá okkur. Ég ætla að setjast upp á kerfið í Sómalíu í framtíðinni. Ætla menn að taka upp plöggið og segja þetta mannréttindi? Já, áður en við reynum að hjóla aðeins meira í kommentin, við þurfum að komast aðeins hraðar yfir þau, ég veit að margir vilja láta heyra í sér hérna, þá ætla ég að útskýra, ég hef stundum tekið þessum þegar að vera að ræða Íslendinga fremja flesta glæpi dæmi, tölfræðina, þá útskýr ég hlutfallslega oft fyrir þeim sem virðist ekki skilja, að sem sagt kýr drepa mun fleiri manns árlega heldur en til dæmis grábirnir, skógabirnir, og þá hef ég spurt, hvor þá í rauninni hættulegra dýrið, ef þú rekst á það handahói, hvort líklegra að kýr drepi þig að skógabjörn, skilur við. Þetta meðan við það sem að þau að halda fram, þá hlýtur beljan að vera miklu líklegri til að drepa þig, af því að það eru fleiri beljur sem drepa menn á heimsvísu heldur en skógabjörn. Við erum bara að díla við hluti sem að sko, þú veist,
eins og þetta með hlutfallareikning og þetta fólk sem svo að heilabilun. Já, þú veist, þetta fólk sem svo vitlaust að þegar það uppvíst að villunni að það sér hana samt ekki og fólk reyna að leiðrétta og benda á og svona og það svona forherðist í þessu í staðin bara svona, heyrðu, þú veist það verður bara reitt. Já, það bara svona, ok, þessi aðileg 20 sinni líklegri heldur en þessi einstaklingur innan þessa hófstis að brjóta af sér, þú veist, það munurinn sem við erum að sjá, ok það virðist ekki geta átt að sjá þessu en hérna það virðist bara ekki skilja það. Nei, svo hægt að heimfara þetta á alls konar útreikninga til dæmis á lánum, ég var að sjá hérna menni svo Sveinandra ágæti svin minn að setja inn einhver svona útreikninga inn á Facebook síðuna sína og hérna tala að gjaldfara hagnað sko í formi verðbólgu og svona og maður bara svona þú veist, þetta svona farið að minna á þú veist að mjólkulítirinn kostar 380 krónur sem var náttúrulega bara bull þegar hann kostaði 235 þetta svona og þegar allt í einu þetta var reiknað rétt að þó komi ljós að staðan var betri á Íslandi heldur en erlendis einn mjólk meira heldur en í Svíþjóð. Já, og svo tekur næsta dæmi það svona, já, en vextirnir þess að háir hérna og geta færið keistir íbúð og svona, ok, en af hverju það þá þannig að flestir eiga íbúð af þýði hérna með öll þau lönd í kringum okkur sem við berum okkur saman við og veist að því ekkert að fara til Austur-Evrópu eða gamalla kommunista landa eða eitthvað svona, bara tökum Svíþjóð, Danmörk, Noreg, þú veist, Bretland, Þýskaland og svo framvegis, hæsta hlutfallið hérna. Af hverju það? Ef það er svona erfitt að kaupa sér íbúð. Og hérna, svo talað já, þú veist, þetta er rosa gott fyrir þá ríku að fara þarna inn í ESB, þeir græða svo mikið, já, ok, þannig að það er svona mikið misskipting hérna á Íslandi, það er það sem þú ert að segja. Af því að hún er miklu minni hérna og það er eftir að reikna það er ekki flókin hagfræðileg jafna, hún er miklu minni innan Íslands heldur en Evrópu. En þú veist, en þetta er svo gott fyrir alltaf þessi ríku sko, og þetta er á svo lágu plani og mér er farin að leiðast þessi umræða svo rosalega, svo með Patrick Jamie á hérna á RÚV, ágæti strákur eflaust sko, en hérna þú veist, er þetta virðingin sem við berum fyrir þessari ESB umræðu að þú veist að við ætlum bara að outsourca þessu til grínista? Ég verð að skjóta inn í áður við förum þá í kommentin fyrst og komstu þá myndur mig á það sem við rættum fyrir þátt. Það var náttúrulega bara áðan var að eiga sér stað einhver mesta pólitíska niðurlæging sem ég hef allavega séð á íslensku stjórnmálamanni. Þegar hollenski forsætisráðherrann segist ekkert kannast við að hafa sagt við Þorgerði, Katrínu, sem að saka hann lygi, hann hafi verið að tala að Ísland ætti að fá undanþágu frá sjávarútvegsmálinu. Svo segir hann á því hollenska þinginu að það kom ekki til greina, þeir munu ekki samþykja að Ísland fái hérna undanþágur. Hún kemur og segir að Morgunblaðið sé að ganga einhverja pólitískra erinda með því að segja frá þessu og segir svo aftur að hérna, þetta sé ekki að sem að hollenski forsætisráðherrann hafi sagt við sig í persónu og nú höfðu mokkin samband við hollenska persónu hérna forsætisráðherrann sem segist aldrei hafa sagt þetta við Þorgerði. Þetta er náttúrulega að fara að líta hrikalegt. Þetta er bara mesta pólitíska niðurlæging sem ég séð. Já, ég veit ekki með það, en þetta er alltaf ótrúlega vandræðalegt og þetta er ekki til þess að gera þið trúverða. Það er alltaf nokkuð ljóst. Og líka bara svona... Hvar er trúverðuleiki? Ef þú pælir í því, ef einhver maður hafnar undanþágum fyrir framan hollenska þingið og svo vísa ég það að umhverfisráðherra Danmerkur hann segir það sama. Við erum ekkert að fara að gefa undanþágur, þú veist, það hefur nánast ekkert ríki fengið að síðustu 10-13 ríki fekk engin svona neinar undanþágur einhverjum svona stórum samningum. Írar fengu undanþágur 73 frá einhverjum svona kvótadóti en svo nú bara strika yfir það og þeir mistu það bara út af því að Evrópusambandið ákvaða eitthvað annað. Þannig að jafnvel þú gerir díl þá þarf hann ekki að vera varanlegur og svo framvegis. Jafnvel þó hann eigi að vera varanlegur undanþága. En maður svona velti fyrir sér býtu, ok, þarna er hver og fætur öðrum að segja eitthvað svona. Og það er bara sagt, nei, það er ekki þannig. En þau voru að segja það. Í alvöru? Og hérna, og það er svona, nei, hann sagði annað. Mjög opinberlega. Þetta er líka bara svo slæmt bett pólitískt að taka. Hérna, já, þau náðu ábyggilega bara ekki sambandi þarna við hann hollenska forsætisráðherra, þannig að ég ætla bara að segja þetta. Já. Þú veist, ég veit ekki, kannski sagði hann þetta við hana og bara þú skiptum skoðun eða eitthvað, en hérna, manni finnst þetta ekki vera neitt rosalega góð pólitísk strategía, sko. Það er hræðilegt. En já, ég ætla að hjóla eins í kommentarinn, þá segir Katla Kvanberg, sælir, hefur verið laumu áhuga maður af ykkar tuði og sérstaklega Jóni, það er alltaf meira og meira, segir svo sannarlega sammála því sem rætt. Já, þakkaði fyrir það, Katla. Jóhannes B. Jóhannesson segir, sýnist sveimir þá að hægri byssan á Helga sé stærri en svo vinstri.
Já, Helgi er náttúrulega chronic masturbator, hann að Já, þú veist, ef ég fer svona jaðar inn á myndaværinni, sko, þá hugsa ég geti stækkað hann aðeins. Já, við þurfum að vinna meira með camera angles og byssur, þá kannski fáum við hrós eins og þeir að vera að hrósa tútunum og Sverri og svona í þar seinasta þætti. Já. Herðu, Gvari Gumm, það er Guðjón Álættur, Guðjón Álættur hér, þetta er svolítið langt komment að lesa allt. Við gerðum 2 þættum Charlie Kirk morðið og ég sat yfir nokkuð löngum þáttum frá Candace Owens, þar sem hún reyndi að þyrla ryki upp úr engu. Það er alveg skelfilega sorglegt að sjá hversu margir álættar landsins fjallu kylliflatir fyrir þessari þvælennar, eru takandi virkan þátt í netníði gagnvart konunans. Þetta er augljóst disinformation og er að takast að sundra sannleiksleitandi fólki. Fyrir mér er það jafn slæmt og að hlæja að morðinans að níða fjölskyldu hans með samsærisþvælum. By the way, ég hef aldrei vitað að hverju e-maili mitt er merkt Gvari Gumm. Bjarki nýtir tækifæri að segja Candace Owens er áminning að þú átt aldrei að hlusta á svarta konur. Ég finnst Candace Owens, hún bara að missa sér, finnst hún bara hún geðveik. Ég hef bara ekki tekið eftir neittni svona umræðu þetta, ég hef tekið eftir þess að X-inu. Ég var nefnilega búin að fylgjast aðeins með Candace, sko, áður en hún var svona rosa mainstream. Ekki á íslensku, ég hef ekki sín íslenska mennum að tala með. Ég fylgist bara með alþjóðapólitík, sko. Þannig að þú veist, ég er kannski svolítið, þú veist, öðru í sig þar. En málið er að ef þú varst að fylgjast með henni upprunalega, þá var hún bara, þú veist, þetta var bara rosa flottu kandidat, sko. Svo fór þetta bara út í það að sérstaklega eftir Charlie Kirk morðið og allt það, að þá byrjaði hann að fara með þessar samsæriskenningar og það var orðið svona hennar svona forensic deild, sko, það sem að hún og hennar fylgismenn voru að rannsaka eitthvað og þú veist, hún þóttist að fara gegn öllum og svona, og manni fannst þetta bara vera orðið, en jú, það var náttúrulega kviknað á alls konar samsæriskenningu kring Charlie Kirk og ég er ekki vissum að við höfum séð, þú veist, rétta niðurstöðu þar, en manni fannst hún fara mögulega fram úr sér, sko. Ok, já. Ég meina, hún er búin að bókstala, ég sá þetta sem hann var til dæmis að tala um það að hún vissi þetta væri rétt, að einhverju hefði birst inn í draumi og sagt henni það, sko. Hún er bara komið þangað, hún talar sem hún sé bara í langvarandi geðrófi, sko. Það er erfitt að hrekja það. Er það bara orðið, er það sem að Guðjón er að tala um? Hún sé bara, þú veist, bara bókstaflega komin í eitthvað rof, eða? Það virðist vera, finnst mér, sko, ég fylgdist aðeins með henni og gerði svo þú og ég hef búin að fylgjast alveg með henni lengi, svo fór ég að horfa á henni eftir þetta og hún talar eins og hún sé alvarlega klikkuð, sko, ekki bara einhver samsæri, heldur bara eins og hún sé bara í langvarandi geðrófi, sko. Ég hlustaði á svona 2 podcast með henni rétt eftir Kirk og mér fannst þau ekkert hræðileg eins og við erum að tala um þarna, en þetta hefur greinilega versnað þá drastikli, sko. Þetta fór einhvern veginn stigvaxandi hjá henni, þessi klikkun í þessu máli, sko, fannst mér. Já, og árásirnar á Eriku Kirk voru þetta bara furðulegar, sko. Þú ert allavega ekki að fara að vinna einhvern veginn samúð fólks, þú ert að fara að ráðast á sko ekkju nýmið manns. Jói Haukur, hann segir Only Guns, þegar við vorum að ræða að fjármagna podcasti með OnlyFans, það er spurning. Við getum fengið marga kana þangað inn fyrir slisni. Þetta er ekkert að byssu myndir. Herðu, hér er svo Bjarki sem segir með teitbræður, þá komist þér á skrið, ekki vegna þess að þeir voru einu gaurarnir sem voru að segja þetta, heldur vegna þess að þeir voru hálfsvartir og því einu sem máttu segja þetta, helmingur aðdáðandar eru múslimar sem þýðir einnig að engin blaðamaður yfir hreðjarnir að ráðast að kjarna hugmyndafræði þeirra og hafa auðvitað rífast út í eitra kallmennsku eða annar rugl. Þeir eru hluti brúnvæðingar samfélagsins, segir hann. Og það er alveg rétt að það er líka hann Myron í Fresh and Fit, hann fellur undir þetta líka, hann er bara basically að predika það sem aðeins verið að ræða þarna. Hér hins vegar segir Bjarki mjög mikilvægan punkt, það er Helgi með rauvarhyfningahatur, sorglegt að sjá hann leggja svo lágt, end raupsism. Já, ég er sammála þessu. Þetta er sorglegt. Ég var eiginlega að biðjast afsökunar á þessu, ég fór aðeins svona, þú veist... Mér fannst þetta bara hljóma, þetta bara svona hendaði vel inn í randið. Þetta var ekki illa meint, sko, ég náttúrulega kann mjög vel við, sko, svona byggður út á landi, sko. Þetta segir kannski meir um þig heldur en þá sem búa Raufarhöfn.
Ég samt sko Það er alltaf sorglegt að sjá málsmetandi menn þurfa að ráðast á jaðarsetta hópa sorglegt. til að upphefja sjálfa sig. Já, akkurat. Alltaf sorglegt. Það er rétt, já. Og jaðarsetta minni Við hluta slökkum bara hópa. mæknum hans ef hann byrjar aftur að tala svona rauður og Já, Yngvi, þú ber full ábyrgð á þessu núna. Við setjum þetta á Inga hérna að það er árið 2026 og við viljum gera betur hér í bakslæðinu. við erum bara Heyrðu, komið lengra en þetta. Talandi samt það, við ætlum eitthvað að koma inn á það. Við erum með tæknimann sem hefur verið að standa sig gríðarlega vel og við erum að gera klippur fyrir okkur því við erum í fullri vinnu hérna og höfum ekki allir tímu og við erum verið að við erum að gera þetta bara sem pro bono áhugamál að vera með þessi þætti. En við myndum gjarnan vilja geta fengi kannski einhvað svona áheiti eða eitthvað frá fólki. Við erum með Patreon-reikning sem að Jón var að stofna og hugmyndin var þá að geta borgað eitthvað fyrir þessa þjónustu svo þetta kom ekki eingöngu úr okkar eigin vasa og Jón, já, þú varst með einhver síðu það ekki? Jú, við vorum búin að setja upp Patreon síðu, ég er búin að linka inn á hana, bæði inn á X-reikningi bakslagsins og Sverrir er búin að setja tengil á hana. Ég sett inn í söfnuðin tengil á hana, nú getur fólk farið að styrkja okkur, fengið forréttindi í staðinn, meðal annars er þarna ein þrepa sem ef þú setur inn að þá lætur Ingu okkur vita og það er lesið upp strax ef þú ert í ákveðnu ramma. Svo að þú ert algjör hálfviti þá getur þú stutt okkur 100 € til dæmis á mánuði. Það er engin fríðindi sem fylgja því. Ég er að grínast aðeins hérna. Það er til dæmis það að fá að velja eitt umræðuefni til dæmis í mánuði sem við bara ræðum og þetta er útskýrt allavega aðeins þarna en þú veist, við erum ekkert að verða neitt ríkir á þessu. Þetta er aðalega svo við getum nú borgað meistararnir sem er að sjá við erum bara að tala um ykkur 1000 kall á mánuði og safnast þeirra marsmátt gera í stórt. Við vorum þetta með gjöf, við vorum með Erró-þrykk sem að Jóhannes B. Gaf þættinum sem við ætlum að nota til þess að fjármagna og við þurfum að finna einhvern stað eða svona vettvang til þess að annarkvort bjóða það upp eða eitthvað slíkt sko. Nú er ég að koma til landsins fljótlega, ég vil ekki að reyna að halda bara einhvern hitting og vera með uppboð. Það er þetta að bjóða Sverri upp sem fylgdarsvein, það er þetta að bjóða upp málverk. Þetta bara, held að þetta sé algjör eðal hugmynd hjá mér, þó ég sé sjálfur frá. Ég hugsa að Antíva myndi kaupa date með Sverri. Það er því geggjað. En svo við þannig að við endilega, ef þið viljið styrkja okkur þetta, við erum búin að heita ákveðinni upphæð sem að fer undatengalaust fyrst í tæknibannun okkar og svo sjáum við til hvað við gerum með restina. Já, og svo það er það sem gerur okkur möguleika á að stækka. Svo erum við með einhverjar hugmyndir það ef einhverju vilja vera stiltar aðilar eða eitthvað svoleiðis fasta þá getum við skoðað það en það er undir þeim formerkjum að fólk hefur ekkert með það að segja hvað er sagt hérna í þáttum og verður engungu gert þannig. Það er, svo ætla ég að halda aðeins hérna áfram, það er Stormur segir, jæja, nú er hann að vitna hérna í, jæja, elska mín, nú ætlum við að hætta í opnu sambandi og ég ætla að fara að halda fram hjá þér. Sverrir Helga 2026. Já, þetta er bara geðvitt, það er til að hamingi með þetta. Þetta er bara tilvitnun. Nú er sambandið þetta orðið miklu heilbrigðara og betra og fallegra. Herðu, svo segir Páll Heimir Einarsson, segir góða kvöldi félagar og við náttúrulega sem góða kvöldið. Þekki þessa típur, það er bara geðveiki, kommunism er efnahagskerfi sem reynir að jafna sambönd fólk úr, er það bilaðasta sem ég kynst. Við erum að stærsta hluta erfðir, segir Páll Emil líka, góðu punktur á Sverri, segir Rafael Róbert þetta áðan. Sveinn Kristján segir þá kvenréttindi eða trúfrelsi. Þarf Valkyrjustjórnin ekki að taka ákvörðun? Já, þetta er ágætispunktur, það þarf að gera það. Þú getur ekki haft bæði ef þú ætlar að vera með ákveðin hóp, nógu lengi, það er búið að sýna sig hvar sem er. Ef þú ætlar að vera með ákveðin hóp í ákveðinum fjölda, þá mun annað að þurfa að gefa eftir. Þannig að þetta er ekki gallalaust. Nei, þannig að, já. Og svo segir Páll Emil líka, eftir að hafa búið í erlendu landi í 5 ár veit ég í dag að ég get aldrei samþykkt eða gengið inn í ákveðna ofeldismenningu, en sem gestur mun ég aldrei blanda mér inn í það. Erðir okkar ekki að hindra okkur í að læra framandi hluti. Síu segir, ég veit að margir halda með Spán í leiknum á eftir að því Argentína er gyðinga elskendur. Áfram gakk. Fyrst vestrið er svona slæmt, akkur er ekki stórir hópar fólks að flytja til Afríku eða Miðausturlanda. Já, við höfum náttúrulega komið inn á það áðan. Við ætlum að leggjast á
velferðarkerfi í Sómalíu í framtíðinni. Útskýringin á því samkvæmt Libunum er að við erum að níðast svo mikið á Afríkumannunum að hann getur ekki við erum að halda honum niðri og þetta er allt sem fátækt og umulögt og glata því að öll fátækustu ríki í heimi eru það út af því að við erum svo fucking vond. Já, en þá erum að gera líka ganga í eitthvað svona tollabandalag eins og ESB sem að er með alveg gríðarlega háa verndartolla á þriðja heiminn sem að heldur þeim þá niðri samkvæmt þeirra eigin kenningu sko. Þannig að maður svona það er ekki annað hægt að hlæja að þessu sko. Það er ekki heil brú í neinu þarna. Það er hver hendin einhvern veginn upp á móti annarri sko. Munum við geta haldið áfram að selja skreið til Nígeríu? Ég er ekki viss eftir það sem það er búið að ganga á. Mættir ábyggilega selja það úr landi en mætti kannski ekki flytja inn hnetur þaðan eða eitthvað svona. Nei. Ekki kaupa rússar það lengur ef engin annar vill það. Skreiðið. Svo segir býtum við, Bjarki segir svo elska að hlusta á Sverri trúka á sig, meira af þessu takk. Ekki 6 milljónir Sverrir, segir Hansi. Svo segir Páll Heimir aftur, ég er ein eyru frábær umræða, já, takk fyrir það. Ding Dong Ba segir, málið er ekki flókið, við þurfum að fara að vopnast í Íslam er komið hingað. Kannski við taka meiri umræðan það, eitthvað tíman svoleiðis allavega. Bjarki segir svo það sem Jón var að tala heitir sjónauka góðgerð, telescopic philanthropy og hefur verið til síðan á tímum Dickens. Blái hnötturinn, viðbjóðslu skítleipabók er besta íslenska dæmið það. Ég vil það bæta einu við sko að margir af þessu svona sem kom úr þriðja heiminum eins og frá Sómalíu og eitthvað að svona skásta menningin sem þeir flytja inn, það er Íslam, skilju. Það er skásta sem þeir komið með. Þú veist, Sómalska sé miklu verra sko. Ég er enda hrifin af limlestingum á kynfærum kvenna. Ég er mikill aðdáandi þess. Umskera konundar til dæmis og eitthvað. Þetta er sjúkt sko, þetta er ógeðslega menning. Er það þaðan? Þetta er hrotta viðbjörnskúltúr sko. Íslam Þetta er rosalegur, þetta er Vesturland í heimi sko, líklega. Voru þemadagar hann í MS einhvern tímann þegar ég var þar í skóla og þá var þeim svona fræðslefni og þá voru að sýna þennan umskurð sko. Þetta var nú ekki mjög ekki mjög kræsið sko. Og svo er líka sko eins og ég held að Íslam sé mjög gott fyrir lönd eins og Sómalíu og eitthvað. Ég held að Sómalíu væri verri að það væri ekki Íslam hana. Ég held þetta bara, þú veist, ég held þetta sé gott að hafa konurnar í búrkunum, ég held þetta gott að hafa svona, þú veist, þeir náttúrulega sjaria, þetta eru hörð lög og þú veist, það eru harðar refsingar við glæpi og eitthvað svona. Ég held þetta virki ágætlega fyrir þetta sómalska sæki sko. Með mikla hvatvísi kannski. Já. Og bara fyrir jafnvel slæmur struktúr sé betri en engin struktúr þarna, ertu að meina það þá? Nei, ég held að sé ekki að meina það. Þú veist, þetta er bara þetta er sterkur struktúr sem að Íslam færi þeim og þetta gefur þeim svo sterkt sens af rétt og ránt og þetta eru svona ákveðna reglur og ég held, og sérstaklega sem með búrkurnar, ég held að þetta sé og svona lítil samskipti milli kynjana. Þetta er svona hörð hendi, viltu meina og þú veist, það er verið að koma þarna í veg fyrir, eins og ég skilur verið að segja þetta, bara svona verulega hvatvísi sem að kannski ræðist ekkit við öðru. Ég held að Sómalía veri verri eða veri trúlausir. Ég meina þeir greinlega trúa því sjálfir að það þurfi að hylja konuna vegna þess annars ráðu þeir ekki við sig. Þannig að með því að afneita því þá voru við bara kallað á ligara. Já, ég stend með þeim, ég trúi þeim. Það er spurning með þetta með Sómalíu sko, 92% hvernar eru umskornar að ég er náttúrulega kynfæra limlestingar sko, þetta á ekki skilt við neitt annað að tekin af þeim hæfilengi til að geta notið kynlífs og þetta er viðbjöður, en mögulega er þetta gott fyrir þá kallmenn sem geta aldrei fullnægt konu, þú veist, hvort sem það eru umskornar eða ekki, þeir hafa þá einhverja afsökum fyrir því. Já. Hún sé umskorinn, það er spurning. En já, eitthvað til að pæli. Það er allavega sko einmitt. Ætli þetta sé gert til þess að koma í veg fyrir framhjóhöld þá eða að því hún gæti raunverulega ekki notið þess. Ég veit það, ég veit ekki alveg hver réttlætingin er á bakvið þennan viðbjóð, þú veist, þetta er ógeðslegt, þú veist, þetta er þú veist, umskurður kallmanna er vissulega ekki af hinu góða, sko, en þetta er next level viðbjóður, sko. Já, þetta er svona. Við erum búin að fara víða í þættinum í dag sko, við erum búin að fara yfir gyðingana og svona, þú veist, helförina og við erum búin að taka umskurð kvenna. Sverrir er búin að segja svona gera, hvað við segja, sómalskri menningu ágæti skil. Já.
Enda segir Stormur líka, velferðarkerfið í Sómalíu, hef ég með heyrt svo góða hluti það. Það er bara, Já, það það fer gott orð af því. Það í rauninni bara svona eiginlega svona sjálfstætt kerfi innan bandaríska velferðarkerfisins sem að bandaríkjamenn vissi ekkit af fyrir mjög stuttu. Stela bókstaflega helmingnum af því í Minnesota, bara helmingnum af öllu sem fer inn í velferðarkerfið. Hafa þeir stólið. Mér skilst það séu sko með öfluga matarmenningu þeir borða sko banana og hrísgrjón saman. Þetta er svona carb-loading menning sem að þú myndir kannski fíla. Myndir taka bara góðan bala af hrísgrjónum og banana fyrir gimmið og verður að fara að rúla djúft. Já, kannski maður þetta að prófa það. Þetta er klárlega eitthvað sem við skulum ekki dæma áður en við prófa það. Nei. En ég þarf að fara undirbúa mig bara fyrir, ég er að fara út í leik og ég þarf að fara tímanlega því að við eigum panta borð á stað og það heldur betur var ekki ókeypis og ekki, tók ég marga spotta og reið út mikið fé til þess. Já. Þannig að við verðum bara, nú segjum við bara áfram spánn. Ég verð verulega fullur og eftir, jafnvel til vandræða eða ég vinna. Ég vil sjá einhverjar svona gjössanlega galnar fæslur frá þér. Svona sérstaklega ef að Spánur einhverja árásir jafnvel og þjóð þetta menn. Er það hattusorðað kannski? Ertu að tala eins og þegar Sverrir fór að senda Hallgrími Helga engaskilabóð? Ég ætla ekki að hvetja til neins. En sko, já, það var rosalega skemmtileg skilabóð. Þú sendir þarna... Það var geggjað. Það var ógeðslega fyndið. Rífið það þessu uppáður með hættum. Já, þetta var einhver mesta ofgýrun sem ég lendi í, sko, svo sá ég einhverja færslu frá honum og ég sagði, ég man ekki nokkulega hvað ég sagði. Var þetta ekki bara landsfundi eða? Jú. Það var rosa stemning. Ég var bara alltaf gýraður. Já, og ég held að þetta hafi verið svona félagslegu þrýstingur sem þú réðst ekki alveg fyrir. Já, eða þú veist ekki þrýstingur, því ég gerði þetta bara í einrúmi. Þetta var bara svo mikil stemming, svo birtar þessi skilabóð í story. Það var eiginlega að finna það öllu, djöðar að finna. Það var stórkostlegt. Mamma sá þetta bara, hvað er þetta að gera, drengur? Mamma? Já. Ágeðslega vitlaus maður. Það er hægt aldrei. Ég sé ekki eftir neinu. Nei, það er hægt. Nei, það er hægt aldrei. Nei. Já, mamma myndi fylgjast með öllu ég má ekkert segja sko en ég held reyndar að móðir mín sé löngu búin að missa trúna á því hún geti eitthvað átt við mig sko. En mamma lesa sér skrifa X sko. Já, það er alveg ég skil okkur að þetta sé að hálfgerðu stríðsvöldur hana heima hjá sko. Ég trúi því að foreldrar mínir horfi niður á mig með stolti þegar ég er svona þau væru sammála hverju orði sem við segjum. Já, ég held nú að svona á heildarmyndina þá sér nú fólki gegna. Það er nú ofta sem að menn geta spjalla saman og verið grófir í kjaftinum og eitthvað annað svona. Mér finnst oft svona málstaður þessara fólks sem ég held að við séum búin að ramma ágætlega inn snúist rosalega oft að því að fara í svona orðhengilsátt yfir einhverju. 100%. Og þetta snýst allt orðhengilsátt, ekki innihaldið, ekki þú veist að það er svona já en þú veist ok, hann sagði þetta, en var hann að meina þetta? Mér fannst ég skynja að hann væri með fordóma. Mér fannst ég svona, þú veist, þetta liði alveg, sko, maður bara... Veistu, leið og er búin að giftast einhverju skoðun, þá verður lífið alltaf verra og erfiðara. Svo segir reynda Kjartan Ingi Jónsson, láttu bara þvagskálatur í friði, Spanjólinn hefur engan húmor fyrir slíku. Ok, ég lof engun. Það er aldrei að vita en að við fá að sjá einhverjar, ef þið fylgist með á Instagram á þeirra fylgjast með að vera að koma örugglega einhverjar trilltar story sem ég er búin að eyða eftir 10 mínútur. Það þarf að borða myndunar úr hlaðskólanum. Ekki borða, být allavega í það. Taka mynd með hann svona mynd í tannana. En áhorfið fór fram úr allavega mínu væntingum með að við tilkynntum þetta með stuttum fyrirvara og það sem er í gangi, kannski er fólk ekkert betra að gera en að hlusta á okkur. Greinilega ekki. Nei, en við erum að reyna að sjá hvernig við ætlum að fá næst og það eru nokkri sterkir kandidatar komnir til greina. Við vorum að spá í þessum Gauk, var það ekki? Það var einhver samningar það. Helgi Hrafn, hann er búinn að lýsa yfir vilja sínum að koma í þáttinn fyrir ESB-kosninguna og
Ég geti ímyndað mér að það geti orðið alveg ótrúlega hressilegt rifrildi milli Sverris og Hans. Ég held að við hljótum að ná að gíra það upp í einhver alveg ótrúlega skemmtileg leiðindi. Við hittumst daginn í Við erum að fá brúðkaupi. Magga Mix. Ég held að þið hefðu farið saman í brúðkaupi. Nei, hittumst bara, það fór bara vel á milli okkar. Við fórum saman heim eftir það. Já. Nei, ég hringdi í hann sko, hann var mjög hress og hann var ótrúlega til í þetta sko, hann hafði gaman að þessu síðan sko og það var sá þáttur fekk alveg rosalegt áhorf sko Já. og Já, mjög mikið. já. En heyrðu, já, er þetta ekki bara svona að renna á? Vamos a España, uno cerveza, por favor. Já, ég bara, já, bara takk fyrir að horfa, Já. ekki segja það. Má ég segja áfram Ísland? Ég verðum vonandi vel Áfram fullur Ísland. eftir. Áfram Ísland. Takk fyrir okkur, drengir. Takk, Takk blessaður. fyrir okkur.